Nei, verið öll óhjartanlega óvelkomin í okkar 13. þátt. Annars neikvæð. Nei, ég er að djóka. Jú, verið öll hjartanlega velkomin í 13. þátt okkar áhugavalda. Var þetta ekki betra að það? Jú. Er þetta ekki hans 13. þáttur? Varstu þess vegna að gera þetta því að það er óheppalegt að vera 13? Já. En já, verið öll hjartanlega velkomin í 13. þátt okkar áhugavalda. Eins og vanalega bara. Já. Gamla góða áhugavaldarnir. Gaman hvað þú býður öllum alltaf svona velkomið að hlusta, sko. Það er mjög gaman. Já, það ekki. Ég er svo kind-hearted, sko. Já. Ok, ég er helphappy dagari. Ég líka. Ég þarf að segja rétt. Fokkin hani. Þessi fokkin hani er crazy, sko. Sko. En já, verið öll velkomin með okkur í eyrun. Þú er alltaf að bjóða alltaf velkomna mér. Þú með eitthvað svona áráttu í að vera bara velkomin. Er ég eitthvað velkomin í eyrun ykkar, skilur þú? Lól. Þú setning. Wow. En Ari, er eitthvað að frétta það? Er eitthvað að frétta þér það? Það er sama venjulega. Þannig að við erum alltaf saman. Ég ætla að segja þér hvað er að frétta hjá mér. Okay. Það er sko ný sería Loveland er byrjuð. Ari Björn Brynjólfsson, Ari minn kæri. Þú elskar Loveland. Nei. Þetta er svo shallow að þetta er skemmtilegt. Það er gaman að horfa á þetta af því þetta er svo stúpid. Ég horfa á eina seríu með gauðir í menntaskóla, sko. Voru þið tveir bara eitthvað að horfa á Loveland saman? Já. Það er mjög skrítið að hugsa út í það. Hvað er eitthvað að því það? Nei, það er ekkert að því. Ég vil bara að horfa á Loveland, það vil ég. Það er ekki rosa vókaður hana? Nei, það er rétt. Þetta frekar ass. En þannig að ég þarf að segja þér, Ari, ég er heartbroken. Af því sko, nú eru komin út 4 þættir í nýju seríunni á Loveland. Mér er bara... Nei, ég þarf að segja þér eitt sem er heartbreaking. Þau breyttu The Fire Pit í Loveland. Ég veit ekki hvað að segja. Oh my god, þú veist þegar það er svona staðurinn þar sem þau koma alltaf öll saman þegar það er verið að dumpa einhverjum eða þegar það er verið að coupling up og eitthvað. Þegar það er verið að dumpa einhverjum? Já, þú veist þegar einhver er dumped from the island eða þegar það er verið að svona recoupling, skilurðu. Þá fara öll, can all islanders gather at the fire pit immediately? Ok, hann var geggjaður í seinustu seríu. Þú veist, trégól, svona ógeðslega flott eins og pallur og bleikt og eitthvað. Hefur það búið að mála þetta blátt og það er búið að mála tréð hvítt. Hvað tré? Annað gólfið, svona eins og pallur. Það er svona eins og pallur. Ok. Það er búið að mála það hvítt og það er búið að mála heitt blátt. Ertu að tala um spýtunar? Já, það er búið að mála spýtunar hvítar og það er búið að mála sætin og bakviði blátt, en þetta er svo sundlug. Allt er að fara í the fire pit. Það er hræðilegt. Af hverju er það hræðilegt? Þetta er bara aesthetically unpleasing as fuck. Af hverju? Þetta er bara hræðilegt, Ari. Þetta er bara hræðilegt. Þetta er vont fyrir augum mín. Það var svo flott þegar þetta var bleikt og viðalit og maður bara svona, the fire pit. Nú er þetta bara, vá, öll velkomin í sundlaug að fucking coupla up. Það er bara cool, sko. Ég veit ekki hvað þú tala um, en ég er all for it, sko. Sko, ég er að reyna að valda þig í að fucking elska Loveland. Ég held að það myndi aldrei gerast. Það er eitt af mínum uppáhalds áhugamáli, það er Loveland sem er ógeðslega fyndið. Þetta er svo ég myndi reyna að láta þig horfa á, þú veist, 2001 A Space Odyssey, sko. Hæ? 2001 A Space Odyssey. Þú týndir mér alveg þarna, sko. Okay. Þetta týndir mér, ég farin burt. Já. Bara svipað ég með Loveland, sko. Það er bara bómull í heilanum núna, sko. Það er bara bómull. Nei, ég bara segja, þú veist, að því við erum áhugavaldar. Þetta er eitt af mínum uppáhalds áhugamálum að horfa á raunveruleika sjónvarp. Þú veist, Love is Blind, Love on the Spectrum, You is Blind, Love Island, Too Hot to Handle, Perfect Match. Ég veit ekki hvað þú ert að segja, sko. Þetta eru allt bestu þættir ever, sérstaklega Loveland. Nei. Þú veist, veistu hvað gaman að horfa á það? Þú ert að missa af. Ég var bara að horfa á Daredevil, sko. Ég veit ekki hvað það er, en þú ert samt að missa af. Ég er að segja, bara þú ert að missa af. Já, mér finnst það ekki. Þannig stóru fréttir, to sum up, stóru fréttir vikunar er það að ég er bitur yfir the fire pit í Love Island. Ok. Cool. Bara segja. Þú veist að komið það, skilur, þetta er eitt af mínum bestu áhugaveldum, skilur, áhugamálum, Anna, what the fuck? Bestu áhugaveldum. Það eru bara 2, sko. Það er rétt. Það eru bara, ég vonaði þessu til fleiri áhugavaldar en einhvers staðar. Svona áhugavaldar í anda, þú veist. Áhugavaldar í anda. Kannski er einhver áhugavaldar en úti einhvers staðar sem er að valda öðru fólki áhuga, sko. Já. Ég vonandi bara annað fólk að valda öðrum áhuga á einhverju. Já, bara please, láti fólk hafa áhuga á einhverju sem er skemmtilegt, skilur. Ég reynda fekk áhuga á Loveland í gegnum aðra mannesku, skilur. Þá var hún að áhuga að valda mig á Loveland. Nákvæmlega. Ég ætlaði aldrei að horfa á þetta. Ég var bara, hvað steip er þetta, maður? Ég nenni ekki einhverju svona vitleysu. Hvað meinarðu? Svo bara Loveland, bestu þætti sem ég veit um. Bara, þú veist, það er ekkert sem að gera mig spennta og Loveland.
Ég skil ekki, hvað svona spennandi við Þetta er bara svo geggjað. Þetta er bara geggjað þættirari. Þetta er bara eitthvað fólk Þetta er bara absolutely iconic. bara, þú veist, oftast frekar, ég meina, excuse my words hérna, en oftast frekar heimst fólk Ari, þú veist, þetta er bara að bara gera, þú veist, að gera eitthvað dumb shit dæmi, sko. You're not getting it, sko. Það er bara the drama is Já, drama. ég er ekki mikið fyrir drama, The tea is piping, já, sko. það er bara, það höfðar ekki til mín. Absolutely Mér piping. finnst ekki gaman að slúðra. Can't relate. Mér hefur aldrei fundist þannig gaman. Nei, reynda rétt. En já, annars erum við bara hell pep, skilur. Já, Það er bara hell to the motherfucking pep. reyna að setja út meira content, Já. svona á TikTok-un. Heyrðu, það er búið að fucking ganga ógeðslega vel. Já, reyna að pump út einhverju. Þetta segja pumpa út. Reyna að Stopp. pump út contentinu, já. Pumpa út. Já, pumpaði út. En já, endilega follow okkur á TikTok, maður. Það er svo Og fyndið- Instagram. Já, þú veist, það er svo fyndið þegar Þessi hann stoppar ekki. Guð, sko. Hann er eitthvað skrítinn. Hvað var ég að segja? Þú var að segja eitthvað að væri skrítið. Svolítið Svolítið skrítið. Svolítið skrítið. Ok, wow. Já, þannig að alltaf þegar maður alltaf þegar við erum að setja út eitthvað á TikTok eða eitthvað. Já. Maður ítir á upload, bara sekundina sem maður ítir á upload. Af því að, þú veist, af því að við erum ekki með marga vini sem eru að follow áhálda akkántir. Ég heldur að veit hvort það Já, þú veist, þannig að alltaf þegar maður ítir á upload taka, það bara Gello Af því að við erum að followa sko 7 manneskjur á TikTok og einu manneskja sem postar er fucking Arnar Æði. Við elskum hann bæði. bara, ég skil ekki okkur TikTok fyrir alltaf automatic í following þegar maður ítir á upload. Ég held að sé bara eitthvað að því að maður er að, þú veist, uploada. Það fer það bara í Friends eða following og þá kemur alltaf bara the second. Það er bara Gello. Það er bara Arnar Æði jumpscare alltaf þegar maður ítir á Ég upload. elska þessi jumpscare. Daginn kom bara eitthvað ég er bleikasta buttan í dag. Ég Þú bara veist, eitthvað, hvað er þetta að segja? hell yeah you are. Það er fucking awesome. Ég elska það gæja. Hann ætti að vera með uppistand. Já, Hann er einn af þeim sem á að vera með uppistand á Íslandi. Já. Love him. En ok, anyways. Annars erum við bara helvíti hellpepp í dag. Við og sem og alla daga. Það er eitthvað ógeðslega heitt í dag. Þetta grínast í mér. það er ekki það heitt, sko. Það er fucking heitt, sko. Meðan allir er bara, oh my god, það er svo heitt og svo næst. Þá er ég bara, Mér langar í 25 gráður pluss þetta, sko. það er bara martröð mín. Martröð mín er 15 gráður pluss. Þá er ég bara 15 gráður plús? Ég bara, þú veist, taugarnar mín eru bara, ok, bye, sjáumst. Já. Fuck you. Bruh. Þannig ég er ekki hellpepp, sko. En annars er bara gaman. Loppið er líka, hún er alveg heitt, sko. En hún finnst alveg gaman, samt. Hún finnst gaman að elta Hún fríspítiskísin. finnst gaman að gelta á random fólk Hann elskar að fyrir gelta. utan hérna. Hann er bara eitthvað, oh my god, það er einhver labba fram hjá, lof mér að gelta á hann. Já, ekki bara skella okkur í hérna staðarindir. Skellum okkur í staðarindir, áhugaverða staðarindir. Áhugaverða staðarindir. Á ég að byrja að þú. Vel þú. Ég ætla að byrja að því ég er stelpa og hérna ladies first. Þú ert 30 ára gömul kona, sko. I'm just a Þú ert ekki girl. stelpa, sko. Heyrðu, ég er ekki orðin 30 ára, ekki fara að elda mig, ég er bara 29, sko. Eins og Whitney Houston sagði, I'm just ég a er girl. allar konur. Eða nei, hérna. I'm every woman. Nei, er það Whitney Houston? Ég veit það ekki, maður. Það gæti verið Whitney Houston. Ari, fyrsta áhugaverða staðarindin mín. Fíblar, þú veist, sem allir hata, þessi gulu blóm hann úti sem allir er bara, fíblar, þú veist, fíblablómin, þessi fíbl, þeir Já. eru ætir. Ég veit. Vissir það? Ok, alveg. Það er líka mjólkin í þeim, svona plöntumjólk sem að drekka. Já, en þú veist, þetta Hvað er er sko, þú geðslega? við erum að tala sko alveg bara allt blómið pluss rótin er ætt og þetta er ekki bara það að þetta er ætt, þetta er í raun eitt af besta sem að við mannkynni gætum borðað. Ég hef aldrei borðað fíl. Ég hef aldrei borðað fífil. Ó. Ég er ekki að fara að borða fífil, sko, og ég maður. En þú veist, Maður hefur alveg verið heimskur að borða fífil. af hverju? Af því einhver gauður sagði, ég man að borða fífil. Þú veist. En þetta er andjóks, þetta er bara svona superfood og meðan allir er að reyna að limita þetta þessu úr garðinu sínu, þá er fólk í rauninni bara að vera að kollekta þetta, skiljur af því þetta er svona eitt af besta sem við getum borðað. Þetta er sko, þetta hjálpar við lifrarstarfseminni, húðsjúkdóma, þeir eru stútfullir af A, C og B-vitaminum, kalsíum og potassium, þeir minnka inflammation og blót og styðja við mjög heilbrigða meltingu. Finnst þér ekki því áhugavert eða? Þetta er áhugavert, Þetta ég er vissi mjög þetta áhugavert. reyndar ekki, sko. Þetta er en fucking awesome. Ég vissi bara að maður geta þá. Og veistu hvað, Gunnar var bara eitthvað, Anna, allir þessi fíblar í garðinum okkar, ég bara eitthvað, já, óimaður, ég ætla að fara að ná Það er í þetta slatta fífluna fyrir utan. það er fokki mikið af fíblum í garðinu okkar, fokki fíbl en hann að ég var bara, shit, ég var að fara að ná í þetta tækja okkar til að taka þetta upp og hann var bara, nei ég ætla að búa til decaf kaffi og rótin á þeim. Það er mjög gunnarlegt að segja það. Ok, Gunnar minn, endilega fara að taka upp fíbl Ég og bara búa er til ekki tissar. hann ætla bara, þú veist, hann er að tala um að taka ræturnar og rósta þær í opni þannig að það verði svona þurrkar. Boy, you looking ass. Rósta þér. Nei. What are those?
Hann ætlar að rósta þér í ofninu þannig að það verður svona þurrar svo svona milljar og búið til svona kaffi úr þeim það verður svona decaf kaffi og ég bara eitthvað ok, slay Það maður ekki kaffibönur samt í kaffi Nei, þetta er svona malað kaffi úr fíblarótum Það er ekki hægt að gera bara kaffi úr ekki kaffi Við vorum literally að horfa á fólk á YouTube í gær búið til kaffi úr fíblarótum Þú veist það þarf kaffi til þess að gera orku Já, en þetta er svona te-kaffi-ish, skilur Já, það er minnur á te og kaffi sko. Já, þetta er samt alveg svona fíbla kaffi Ekki sponsor sko en Þetta er alveg En svo ætlar hann að nota sko blómið sjálft steikja það upp og smjöra og salti og ég var bara eitthvað, já, verði bara góður, skilur Það er bara, ég meina, þegar ég borðaði hennar fívél þegar ég var í 7. bekk í grunnskóla eða eitthvað Var ekki biturt Nei, það er bara úgeðslegt sko I'm better Ég held að það sé fucking biturt blóm, sko Jú, mjög bitur Ég borða með það En já, ok, þetta var mín fyrsta áhugaverða staðarind Já, við erum með áhugaverða staðarind Já, heyrðu, mín fyrsta staðarind er að gírafar Elska Gírafar Þeir endast lengur en kameldýr án vatns Ég hugsaði eitthvað allt annað Þeir endast lengur en Hvað, með að kallmaður í bælinu eða? Hvað ertu kallar að segja? Nei, já, hvað segirðu? Drakka vatn? Hvað segirðu? Nei, þeir endast lengur án vatns Já, heldur en kameldýr Kameldýr? Dýrin sem eru þekkt fyrir að endast lengi án vatns Já, einmitt Þú er bara gaf tippi Tippi Svo mikið Límur Þungur límur Þessi límur á að vera þungur Ok, hvað er að okkur? Hvaða absolutt er að? Já, svona virkar hausinn á sístu minni stundum Unfortunately, þá ég er að reyna að muna hvaða kameldýr er það með bungunni? Er hann að sígarettunar, bláar og gular? Já, ok Er það ekki hann að bungudýri þannig sem fólk fyrir á? Bungu. Ok Bungu Heyrðu, mín önnur áhugaverða staðreind í dag Það getur kúkað með rassinum Oh my god Það var að segja hvað það með Nei, ég ætla að segja mjög áhugaverða staðreind Appelsínur, þú veist, áhugsturinn Ari, Appelsínur talandi Oh my god Appelsínur, ok, Ari var að setja heilan kleinurring upp í sig í Lítinn kleinring, ekki stónan kleinring Ok, Ari, appelsínur, þær hafa ekki alltaf verið appelsínugular Fyrst voru þær skærgrænar Ná, ekki smjátt á í Bara svona límónur að Þú veist, já, það voru sko, spörkurinn var skærgræn en appelsínuna voru appelsínugular inni En þú veist, af því að þær eru from Southeast Asia og það er heitt en þegar það komist í the cold climate sem kalda loftslagið þá var eitthvað pigment í þessu græna sem að fór og þá urðu þær appelsínugular og svo bara með evolving, þetta er bara svona Okkur er það genn þá grænar þá í Southeast Asia af því að bara með tímanum þá er það bara búin að brýtast í það að þær eru bara appelsínugular Damn, verið að brýta appelsínur Já, hvað meinar við? Ok, þetta var mín önnur áhugaverða staðarind, takk fyrir Og penn þarna fór ég líka bara tippi Já, sko er að mér, við erum bara svona unga bunga, skilur Bunga Jæja, Ok já Hvað? Hættu, hvað? Menn, karlmenn Nei, Eiga nei, ekki þeir Ekki þeir Ég það grínast Stopp Ok, já, karlmenn Karlmenn hafa þann eiginleika að til þess að geta laktósa líka en bara bara undir mjög sérkennilegum aðstæðum Ok, Já er þetta áhugaverða staðarindi? Þú veist karlmenn geta laktósa líka Já, það sást í nætuvaktinni þegar Ólafur Ragnar fór að laktósa Það fór að laksera ég veit bara klíður því Það er byrjað að laksera Laktósa, Ólafur Lakaðu að taka eitthvað fokkin prótein eða eitthvað Já, er þetta ekki, þú veist, ég held að þessar aðstæður sem þú tala Ég held að sé, þú veist, ef að Það stendur bara undir sérkennilegum aðstæðum Ég held að eina af þeim aðstæðu sé þegar konan þeirra er ólétt og eignar svo barn og byrjar að gefa barninu brjóst Ég held að kallinn getur þá fengið eitthvað svona og byrjaði að laktósa, skilur Það? Ég veit ekki Það er ekki þá bara annað hver maður að laktósa Ég veit ekki maður, ég er bara ímyndað mér Jú, öruglega, ég veit ekki, Harry Ég veit ekki okay. Ég er bara að búa til svona assumptions, skilur Já, ok Já, þetta var númer 2 fyrir mér Ég er ekki með Þetta Ég get ekki merkjað en þetta sko Þetta var góð staðreind, sko Þriðja áhugaverða staðreind mín í dag er svona Hún hljóðar svo Ari Björn mín
elsta hurð heimsins er 5100 ára og hún heitir The Robbenhausen Door og er í Sviss. Ok. Finnst þetta ekki merkilegt? Þetta er alveg merkilegt. Finnst þetta ekki merkilegt? Hvar er hún? Bara í Sviss. Já, þú veist hvar? Ég veit ekki, Já, bara í ok, fokkin ok, Sviss, skilur. ok. Hvað heldur ég hef eitthvað verið að segja, finna út í hvað það væri? Fánir í stórflús. Hún er, Eins og við vorum búin að oh my segja áður. god, Já. það er það líka hægt, sko. En hún er sérst í Sviss og hún er 5100 ára, elsta hurð heimsins. Já. Og hún er mjög stór líka, hún er geðflott. Já. Og þú leitar, Ég ætla að tjekka henni. bara tjekka á The Robbenhausen Door, þetta er mjög áhugavert. Robbenhausen. Við í Robbenhausen Door. Ok. Er það skemmtilega aukastaðarind? Aukastaðareynd. Þannig að Swiss Miss er ekki frá Sviss. Ok, wow. já. Þetta er reyndar áhugavert, hvaðan er það? Ég veit það ekki. Ok. Ég bara man að það er ekki frá Sviss. Þarna missaði Já. Sviss. Þarna misti Sviss. Það er ekki áhugavert? Mjög áhugavert. Ok. Farðu með þessu augu. Þetta er svo Swiss missed the chance. Swiss Miss Bish. Oh my god. Basta basket. Þú ert ekki hægt. Ok. Þetta er ekki svona fyndið sko. Halló. Ok. Þriðja ára staðarindi þín. Einn af hverjum Einn af hverjum Ok, hægt þessu. Sorry. Já, ok. Hvað segirðu? Einn af Þetta er hún að karakter hún bara konan þess er ekki þrá pakka dag. Fara með þetta í borgarleikhúsi. Ég er með svona 16-17 persónuleika sko. Já. Og þetta er einn af þeim. Ok, Já, ok. þriðja áhugaður staðarindi mín. Anna, einn af hverjum 10 bandarækjamönnum Wow. hafa unnið. Og hvað sagði wow? Ég veit það ekki maður. Hafa unnið á McDonald's einhvern tíma á einhverju tímapunkti. Wow. Já. Í alvöru talað. Já. Damn, það er alveg bara áhugavert. Það er crazy samt, sko. Þetta er svona reynda crazy. Búa, þú veist, 400 milljónir í bandarækjunum eitthvað og Ég einn af var hverjum alveg- 10, þú veist hvað er það mikið? Ef ég væri góður starffræði, myndi ég segja það. Ég ætla að giska á það sé einn Allavega 5. tíundi. Ég ekki rátt fyrir mér. Það er eitthvað að sko. En já, sko, þetta er áhugavert. Af því að McDonald's er alveg örugglega ekkert fóða gaman að vinna þar. Ég held að fólk sé alveg rút þar. Alveg svona dónleg viðskiptvenn Já, það vinnur. er viðskiptafélina. Já. Já, bara eins og ástæðar held ég, sko. Hamburgerinn minn er Hann er úldinn! Hann er ferskur! Hann er úldinn! Hann er ferskur! ok. Ég er að segja þér að ég er með svona bómullar höfuð í dag sko. Já. En má ég spyrja það einu áður en við förum í umræðin dagsins? Nei. Ok, alltaf þá. Nei, ok. Ok, ég spyrja það einu. Hvað er versta food combo, versta matarkombo sem þau höfum nokkur tíma smakkað? Sem ég hef smakkað? Já. Ok. Bara versta food combo. Þú mátt líka segja, þú veist, versta food combo sem að þú getur ímyndað þér, skilur við. En hvað er að versta sem hefur smakkað? Það sem ég hef smakkað? Já, bara versta food combo. Það er túnfiskur og hnetusmjör. Új, bara stakk. Túnfiskur, hnetusmjör, samloka. Af Ekki peanut butter jelly, heldur peanut butter tuna, sko. Ói. Nei, sko, þetta hljómar hryllilega. Akkur smakkaður það? Af því að ég var, þú veist, 13 ára og fann þetta í eldhúsinu. Vaknaði klukkan 11 eftir, þú veist, langan skóladag. Oh my god. Og bara, wow. Þetta var túnfisk. Ég ætla að segja mitt. Það er pasta með lax. Svona ekki kúkt lax, heldur bara lax. Hráum lax. Já, svona laxið sem að fæ sér reyktur lax. eins og maður fæ sér á Það brauð. sætlum maður ekki eitthvað það illa. Það var ógeðslegt. Hvernig fannst það? Þetta var pasta, þetta var í Fraklandi, þetta var í París, einhvers staðar hana, þú veist, já, og þetta var pasta, eitthvað svona salmonpasta og við Gunni vorum bara, ok, við skulum smakka þetta, svo kemur pastað og þetta er ekki svona kukt salmon, þetta er bara svona hrár salmon, eins og maður fæ sér á bara brauðsneðar eða eitthvað. Já. Fannst þetta ekki merkilegt? Jú, Ok, af því en bara þetta hljómar ekki það illa fyrir Þetta er viðbjóður, Ok. pasta og bara óíbara, þetta er ógeðslegt. Já, ég meina allir sem smekk, betur en að fá sér snigla eða eitthvað. Ég hefði, Gunnar smakkaði snigla í Fraklandi, hann var bara að veiða einhverja snigla Hann úr bara segir skelinni, bara eitthvað, já þetta er svona hvítlaugsristaðir sniglar, þú veist, Og froska. bara, já hann borðaði Mér er froskalappir. mjög pirrandi að setja borða froska í Fraklandi. Já, Ég elska froska, já, sko. ég veit, ég smakkaði það samt, Ég sorry, veit að alveg örugglega smakka. ég smakkaði sko, þeir bara svipaður á kjúklingur, Kjúklingur. skilur, já, Ég veit það. en sniglarnir voru næsti, það var bara svona slímugt shit, bara eitthvað, hvítlaugsmjör, Hór. þetta var okkur óímaður, Já, þetta er ógeðslega, skilur, sko. en já, þetta var allt sem að ég ætlaði að spyrja þig, sko. Þetta var skemmtilega spurningar. Takk. Gaman að setja að spyrja með einhverju því að í dag Í dag? er ég að fara að spyrja þig fullt af einhverju drasli. Oh my god.
ert þú sérst að fara að spurja mig að alls konar hlutum í dag? Já. Oh my god. Já, þegar mér svo fyndið daginn hana þegar við vorum að taka BuzzFeed quizin. Já, þú veist svona hvort myndir og svona. Oh my god. Sko, þetta var þú varst með svo fyndið svör í því. Þetta var erfiðasta hvort myndir frekar sem ég bara farið í lífinu mínu. Já, nú ég með fullt af þannig. Æi, nei. Og líka bara finnar skemmtilega spurningur, sko. Ekki eitthvað, hvort myndir bara ananasa pítsu eða sveppa pítsu? Nei, hvort myndir pissa eða kúkið þig? Já, já. Þú veist ekki til að ég það. Þú veist, oh my god. Ég meina það er áhugavert. Þetta er svolítið áhugavert. Hvort myndir pissa eða kúka þig? Heyrðu, fyrst að þú ert alltaf að spurja mig að einhverjum hlutum hérna, þá ætla ég bara að spurja þig líka af einhverjum hlutum. Já, ég ekki verið að spyrja þig að einhverju? Jú, bara seinna, skilur þú. Bara, já, take it away. Víkju veikin rauða hafið. Hvað er þetta að segja? Ekki hugmynd. Það var þetta ekki einhverju teiknumynd eða? Ég hef ekki hugmynd. Það er góð spurning. Hvað teiknumynd? Ég veit ekki, Ari, ég er að segja þér það er engin virkni upp í bauninni í dag. Engin virkni. Það er bara svona Hvað baun? Bara bauninni en á milli eyrnanna, skilur Þú veist, það er engin virkni. Þú veist, það á sérst að fara að spyrja mig spurning í dag. Það er ég að hringi í sálfræðinga. Hvað er að gerast? Nei, ég bara að segja, sko, það á sérst að fara að spyrja mig spurninga í dag er alveg dangerous territory því að ég er alveg svolítið ekki með heila í dag. Ok. Alveg low-key bara. Það var bara að finna hana. Já, það er gaman. Já, heyrðu, ég fann hérna tvær mjög skemmtilega vefsíður með fullt af spurningum á. Oh my god, hvað það Þetta verður bara svona, þetta verður svona, þessi þáttur eru mannlega eðlið og svona heilan í önnu. Já, ertu tilbúin að svara spurningum hana? Ég er með svo mikla heilaverkni í dag. Þetta er bara svona létt, sko, þetta, veist. Ok, með fyrstu hérna, hvort myndir frekar? Ekki eftir hvort myndir frekar. Það er gaman, ég er með fullt aðeins, sko. Æj. Þetta er gaman. Ari, ég er ekki góð í hvort myndir frekar, sko. Við erum tjatta og ég er að spyrja spurninga í þetta, bara, þú veist. Ég elska tjatt og spyrja spurninga. Hvað er með það? Hvort myndir frekar, þú veist, ef þú myndir fá ókraft til þess að sjá hann í framtíðina. Ok. Myndirðu frekar vilja sjá mínútur inn í framtíðina eða ár inn í framtíðina? Shit, maður. Vá, þetta er deep. Þetta er svo djúpt. Ég held mínútur. Okkur mínútur. Af því að ef ég myndi sjá árin í framtíðina þá myndi kannski einhver kærkomin deyja, skilurðu. Ok. Nei, segjum bara. Þetta er dark. Ég veit það. Þú veist, ímyndaðu þér að myndi einhver deyja eftir 8 mánuði og ég myndi vita það 8 mánuði fyrirfram. Það er bara mánuði, þú er með árin. Ég veit það, en þú veist, ef ég er með heilt ár fram í tíman þá sé ég kannski eftir 8 mánuði bara, oh shit, þessi er að fara að deyja eftir 8 mánuði ég þess að ennþá bara eitthvað að vera casual í kringum og bara, deyja eftir 8 mánuði. Nei, þú veist, þú getur bara að sé þá ár fram í tíman. Þú getur bara ekki, þú veist þú getur annarkvort bara að sé mínútur fram í tíman eða bara ár fram í tíman. Þú getur ekki séð allt árið. Nei, bara ár þú getur bara séð bara eftir ár. Ok, ég myndi samt velja mínúturnar. Ok. Bara þú veist, ég held að segja. Hefurðu séð myndina? Ég hef actually séð eina myndari sem heitir Next. Nicolas Cage. Nicolas Ég var að Cage. fara að tala um hana, sko. Ég elska Nicolas Cage. Hún er kannski eitthvað besta mynd sem ég séð. Ein besta mynd sem ég elska allt með Nicolas Cage. Ég hef séð 2 myndir með Nicolas Cage. Ég ætlum að horfa á nýju Spider-Man þættina með Nicolas Cage. Hann týndir mér. Það er svo góð, sko. Ég sé 2 myndir. Svartkvítu. Ok. Þetta horfa í svartkvítu og lit, sko. Af hverju? Af því að þetta er svona noir þættir. Nú, ha? Oh my god. Noir er svona genre, þú veist, svona detective genre sem gerist svona oftast 1930-40. Spennandi. 20-30-40. Wow. Og þess vegna er það í svartkvít. Það er svo spennandi. Oh my god. Ég sé 2 myndir með honum. Ein svona shit elska ég. Já, ok, áhugavaldaði með það. Hérna í kvöld, af því að ég fekk þig til að horfa á Free Solo. Ég skal horfa eitthvað svona noir með þér í kvöld. Ég er ekki með neitt noir á radarnum, sko. Nei. Ég er búin að horfa Spider-Man. Ég elska Nicolas Cage. Ég hef séð Next og ég hef séð Kick-Ass. Hún var góð. Kick-Ass er, já, Kick-Ass er góð. Hún er góð, sko. Það er til 2, sko. 2 er eiginlega betri, sko. Oh my god, horfum að Kick-Ass 2. Ok, alltaf leið. Anyways. Eitt er samt geggju, sko. Ok, let's go. Ok, let's go. Myndirðu frekar þurfa að vera í fangelsi í 5 ár eða vera í dái í áratug? Holy fucking shit. Í 10 ár, eða þú veist. Oh my god. Er það ekki áratugur? Ég veit ekki. Áratugur er alveg held í 10 ár. Ég held að segja áratugur. Já, við erum svo gáfðari. Ertu að grínast? Stundum bara man ég ekki suma hluti. Er þetta fangelsi, kvennafangilsi eða er þetta bara alls konar fangilsi? Náttúrulega kvennafangilsi. Ok, ég meina þú veist, ég var alveg að sé Orange is the New Black, skilur við? Það er alveg juicy, sko. Já. En ég myndi ekkert vilja vera frá Gunnari í 5 ár. En ég myndi hins vegar ekkert vera eitthvað Já, þú myndir vera í dái í 10 ár, sko. Já, það er ekkert gott heldur, sko. En þú náttúrulega ert ekki að upplifa það, sko. En þú ert að upplifa þessi 5 ár í fangilsi þú ert að... Fokk maður. Hörru, tökum 5 ár í fangilsi, það getur verið interesting. Sæl, getur verið interesting. Það getur verið interesting, það getur ýmislegt gerst. Þetta getur verið cool. Hvað heldur, af hverju heldur þú myndi vera, þú veist? Ég myndi byrja með... Fangisa þig. Ég myndi... Hver heldur ástæða myndi vera?
Wow. Takkið af guskóna. Þú með bónir? Ok. Já, sjáu þið það ekki. Ok. Það eitthvað, akkur myndi vera fangelsa mig. Hver heldur að sakadóminu þín myndi, eða þú veist? Sko, annarkvort bara tala á mikið eða drekka á mikið Pepsi eða þú veist, ég veit það ekki. Ég skal segja þér, oh my god, ég held ég viti hvað ég myndi vera fangelsi fyrir. Ég held ég myndi vera fangelsi fyrir að segja eitthvað svona ógislegt í public að því að ég myndi vera... Að þú myndir rétt. Ég er alltaf að segja, ég ætla að segja ykkur, ég ætla að expósa sjálf mig. Eitt af mínum Tourette's er að segja slött, ekki bara að segja það heldur Þú segir það mikið að, ég með vist að í símanum mínum annars slött. Við erum ekki að tala um, þú veist, við erum ekki að tala um eitthvað, æ, slött, skilur ég er bara going out of band slött! Crazy, sko. Ég er það fangilsi fyrir það að fara í, þú veist, nunnu hérna, þú veist, bara eitthvað, förum að skoðum hérna nunnuklaustur og ég er bara eitthvað slött! Oh my god! Svo pyrrandi að vera með svona Tourette's. Já, okay. það er Tourette's, náttúrulega. En ég skil hvað með hann, Þetta er eina skammaryrði sem er Tourette's mitt, sant? En ég er það fangilsi fyrir það. En ég myndi það bara koma með eitthvað business í þessu fangilsi, skilur bara... Eins og hvað, klósettvín? Nei, ég myndi það byrja með business, skilur þú veist? Eins og? Þú getur ekki sagt bara, ég ætla að vera business. Ég ætla að vera business. Bara, þú veist. Segja. Heiðu, við skulum bara fara í eitthvað meira. Ég myndi byrja með business. Það er góð byrjun á hugmynd. Myndirðu frekar vilja, frekar geta aldrei farið út úr húsinu daginn eða nóttina? Daginn. Af hverju daginn? Af því það er fólk úti á daginn, Ari. Vampire allegations hérna. Það er fólk, Ari. Það er fólk að labba. Fólk er stundu bara mjög næs. Nei, en þú veist það er fólk að labba úti með hundana sína og bara labba sjálft með löppunum sínum, skilur, og það er alveg fólk bara að keyra, þú veist, en á nætunar. En þá finnur bara aldrei sólin aftur og fara ekki D-vitamin og þú veist, það er eitthvað búið opnar, þú veist, minnati, sko, þú veist. En vefverslanir, Ari, kaupir bara hlut á netinu. Já. Vefverslanir eru alltaf opnar, Ari. Kannski, en hvernig ætlar það að fara út að pósthúsið eitthvað ná í sendingunni hérna? Ég fæði sendt heim, skilur. Já, þú mátt ekki fara út og ná í það. Nei, fólk kemur bara með það upp að dyrum. Já, ok. Vá, ok. Sko, Ari, ég myndi aldrei vilja fara frekar út á daginn heldur en á nóttunni. Þú veist, nei. Það er svo geðveikt að fara út að labba með loppa bara klukkan 11 á kvöldin. Þetta er skrítið, sko. Nei, fólk, Ari, fólk. Myndirðu frekar vilja hafa persónlega þernu eða persónlegan kokk? Personal cock. Nei, bara þú veist, K og KK. Sko. Kokk. Sko. Finnir þetta kokkur sé bara... Þetta er bara, þegar maður er að segja, þú veist, þegar maður er að segja kokk. Master cock. Herru, ég myndi örugglega vilja hafa master cock, frekar aldrei þernu. Mér finnst bara eitthvað svo skrítið að vera bara, hei, þjónaði mér. Sko? Heyrðu, það er mjög hreint hjá mér akkurat núna. Það er mjög hreint núna, já. Ketlan skúraði allt húsið í gær, sko. Ég meina, þú veist næstu í mér personal cockina því að, þú veist, Gunnar er svo góður í elda, sko. Það er einmitt máli, sko. Ég myndi ekkert freka vilja hafa þernu, skiljur. Gunnar gerir besta mat í heiminum. Já, nei, þú ætti að skipta út Gunnari, þú veist, með professional cock, sko. Nei, þú veist, cock. Vá, ég myndi alltaf ekkert vilja skipta honum út á hvoran háttinn, sko. Kristín. Aðeins ró okkur Ég myndi bara vilja gefa okkur báðan break frá því að elda og fá bara personal cock. Ok. Þetta er crazy. Já. Þú veist, matarkokk. Myndir frekar vilja vera 9 metrar á hæð? Oh my god. 9 metrar á hæð. Metrar eru alveg metrar, sko. Eða 9 sentimetrar á hæð. Oh my god, 9 sentimetrar. Ok. Þá sæði mig enginn. Ok. Það getur ekki gert neitt. Nei, jú, verið í vasanum hjá Gunnari. Það er bara stenkaðis líkt í vasanum hjá einhverjum, sko. Nei, hann er alltaf bara með tyggju í vasanum og gítarneglur og eitthvað. En þú veist, þú getur ekki gert neitt. Ég get alveg gert hluti. 9 Afsakið, en hefur þú ekki 9 metrar, þú getur bara farið í WNBA, no problem, sko. Hefur þú ekki séð WM? Women's National Basketball Association. Harja, ég veit eitthvað að skamstöðu. Bara eins og NBA í staðin, en það eru konur. Ari, heldur þú að ég veit eitthvað körfuboltasamsetningar, stafsetningar? Já, ok, ég veit ekki. Ég er ekki búin að vera eitthvað 9 metrar að skjóta bolta í körfu, skilurðu. Já, ok. En Ari, hefur ekki séð Artur og mínum á hana? Wow. Þau gátu gert mikið þótt að, sko, Ari, margur er knár þó hann sé smár. Og
ef ég er 9 centimetrar þá sér mig enginn og enginn segir góða daginn, enginn segir hæ, annað þarf ekki að kljást við fólk. Já, 9 centimetrar er náttúrulega bara ofstórt sko. Stopp! Mér finnst það eiginlega bara að vera alltaf stórt sko. Ok, allt í lagi. Ég myndi segja þessi bara perfect sko. Það er alltaf ekki hægt sko. Þú ert svo ekki hægt sko. Oh my god. En ég myndi vilja sko, þú veist náttúrulega ég elska fólk sko, en þú veist, en hérna ég vil vera 9 centimetrar á stærð. Myndur frekar vilja vera í sömu sokkunum í mánuð Ói, bara eða sömu nærbuksunum í viku? Ói, maður, ertu að grínast í mér? Trúkislegt. Þetta er náttúrulega bara viðbjör. Ég get ekki verið í sömu sokkunum í 2 daga í röð. Mánuð? Ói, maður. Ég svipaði, mér snegst ég að vera í sömu sokkunum, já, 2 daga í röð sko. Ógeðslegt. Nærbuxur í viku. Heila fucking viku. Það er svona einhver svona professionally scroller Reddit Oh my god. Ok, Ari, sko. Þú nú ekki að dæma kápun af bókinni. Bókin af kápun. Hæ? Ég veit ekki hvað að segja. Ok, ég nenni ekki að fá einhverja bakteríuflóru sem á ekkert að vera í, þú veist. Ok, við segjum að það gerist ekkert eitthvað þannig. En þú veist bara, það er samt, þú veist, hvað myndir frekar, þú veist. Sko. Er ekki hægt á einhverjum sjúkdómi eða tásveppi eða þú veist, ég veit ekki, þú veist. Sko, mér langar ekki í tásvepp eða sveppasíki eitthvað annað, sko. Já, þú veist, hvað myndir þá frekar velja? Oh my god, þetta er svo ógeðslegt maður. Fuck maður. Ok, ég myndi velja nærbuxunar af því að það er styttri tími. Nei, ég veit það ekki. Ég get það ekki, Nei, þetta er ógeðslegt. Ég get ekki ímyndið mér þetta. Nei, ég myndi velja. Þú voru velja? Sokkana. Ég myndi velja. Nei, ég get ekki heldur. Þetta er svo ógeðslegt. Þetta er svo ekki scenario. Ég get ekki valið. Það kemur vond lykt bara either way, skilurðu. Þú voru velja. Hvort viltu vera með ógeðslega táfílulykt eða fucking píkufílu fyrir alla peningin? Ok, ég ætla að velja sokkana. Ok, já. Maður samt. Oh my god. Ok. Stengi ass feet, Gunnar. Nei, Ari. Gunnar? Ari, hinn. Mamma? Asni? Shrek. Ok, Fíona? Asni. Myndið þú frekar? Myndi ég frekar? Alltaf lykta illa. En ekki, þú veist, ekki hafa vitund á því. Nei. Eða alltaf smella vonda lykt á öllum öðrum. Oh my god. Bara finnast allir aðrir lykta mjög illa. Veistu, eitt af mínum stærstu, ég ætla að expósa mig, eitt af mínum stærstu svona self-consciousness, þú veist, sem ég verð gett varum sjálf mig, er ef ég held ég lykti illa. Same, það er mjög mikið ég sem mér. Ég hata það. Ef ég er bara eitthvað, oh my god, heldur þessi svitafíla mér, heldur það sé fucking, þú veist. Ég pass alltaf að þú veist. Ándjók, same. Ég er bara, þú veist, ég er hrætt við það að sé vond lykt af mér. Same, sko. Ég bara, þú veist, ég get ekki ímynda mér að fólk finnir vonda lykt af mér, oh my god, það var svo ógeðslega lykt af önnum mér. Það er one of my biggest fears. Þetta var my biggest fear. Þannig ég myndi freka vilja finna vonda lykt af öðrum en lykta vel sjálf. Ok. En þú veist, þú finnur bara alltaf vonda lykt af öllum öðrum, sko. Já, þú veist, já, það er reyndar alveg pirrandi. Ég myndi ekkert vilja lykta ógeðslega illa, bara vera eitthvað unaware of því. Ég myndi ekki vilja það. Þetta er náttúrulega bæði skemmtileg, vondir valkostir. Þetta er hræðilega valkostir, þú ert með eitthvað hræðilega bara hvort myndir frekar. Hvað segirðu, hvað ætlarðu að velja? Að lykta vel en finna vonda lykt af öðrum. Ok, ég skil það alveg, sko. Ég held ég myndi velja líka, sko. Ég er of self-conscious. Myndirðu frekar vilja finna rottu í eldhúsinu þínu? Ói, nei, aldrei. Eða kakkalakki í rúminu þínu? Oh my god. Stopp, Ari. Oh my god. Rottu í eldhúsinu eða kakkalakki í rúminu? Nei, takk, nei. Já, bara þú verður að velja. Já, bara nei, svarið nei. Þú verður að velja? Svarið nei. Nei, það er ekki hægt. Oh my god, rotta í eldhúsinu. Þetta er hvort myndirðu frekar spurningar, sko. Oh my god. Rottu í eldhúsinu eða kakkalakki í rúminu, sko. Sko, rúmið manns er svona, þú veist, manns svona safe heaven, skilurðu. Já. Rúmið er staðurinn. Vaknar allt í einu bara eitthvað. Nei, það má ekki gerast. Rúmið er staðurinn það sem á að vera bara friður og ró og ekkert svona skordýr eða eitthvað. Ég myndi frekar vilja fá ég myndi frekar vilja rottu í eldhúsið af því að Gunni getur gómað hana fyrir. Það líka virkaði bara vel að hafa rottu í eldhúsinu í Ratatouille. Oh my god, Ari, ég hef ekki séð Ratatouille. Hvað hefur þú séð? Love Island. Oh my god. Og I see tree. Ok. Myndirðu frekar vilja hafa svona pause button, þú veist, hægt að íta pásu bara í raunveruleikanum eða spóla aftur á bak í raunveruleikanum. Þetta er svo geðveikt góð spurning. Hvort, getur pása tíman eða spóla tilbaka? Hvort myndi ég
vilja, þú veist, spóla tilbaka ef ég segi eitthvað ógeðslega vandræðalegt og asnalegt eða íta á pásu svo ég geti fengið að hugsa aðeins betur hvað ég ætla að segja svo ég segi ekki neitt vandræðalegt. Já. Ég myndi vilja íta á pásu. En ég meina, þú veist, þetta er alltaf skrítið því að ef þú myndir spóla tilbaka þá getur þú samtalið hugsað lengur, þú veist. Já. Svolítið skrítið spurning, sko. Tilbaka. Ég held ég myndi velja það, sko. Ok, samt reyndar, ef það gerist eitthvað og Ég meina, ef þú myndir segja eitthvað get cringe við einhvern eða eitthvað, eða gera þá eitthvað get ég samt spóla tilbaka. þá samt þetta að hugsa betur og spóla Ok, tilbaka. það er rétt hjá þér og líka ef einhver dettur í þessu til dæmis, bara dettur og meiðir sig þá veit ég það, get spólað tilbaka og gripið krakkan. Já. Kellan. Nákvæmlega. Ég myndi spóla tilbaka. Ég held það, sko. Ég held það líka. Já, það er örugglega bara svona perrar eitthvað sem velja pásu af því að- Ok, og og þá getið þið farin í, þú veist, konuklefan og eitthvað Gauð, þetta eskuleitaði mjög hratt. Já, ég er að segja Holy bara, þú fuck. veist, Ég er bara að segja. Ég er að segja Þú bara að segja. þú veist. Já, ég myndi. Ég myndi það er eina instance sem ég sé Já, að reyndar. það er hægt að nota pásuna, þú veist, það er að rewind í allt annað, sko. Það er reyndar hægt. Myndur frekar aldrei borða vassmjölunu aftur eða þurfa að borða vassmjölunu hvert eina skipti sem þú borðar. Aldrei bara varsmennulu. Ok. Bara mér finnst það ekki það góðar. Ok. Ertu að tala um þessa rauðu þarna? Já, Já, það er alveg korn í þeim. það má borða þau, sko. Já, þau eru vond. Úi! Ég þarf sko alveg bara að verka kornin í burtu. Bara það tekur alveg tíma. Það má borða þau. Já, þau eru bara vond. Það er áferð. Sem er ætlast til þess að maður borða þau, Það er alveg áferð á þeim samt sko. Úi! En sko, ég alveg plokkaði ef ég fæ mér vassmjölinu sem gerist. Plokkar öll kornin úr vassmjölunni? Ég plokkaði öll úr. Vá. Bara og í maður. Skrítið, ok. Já, og þetta er svo að borða, þetta er svo að drekka appelsínu saman með aldingkjöti. Ói, Það er alltaf í lagi, það er eitthvað eitthvað gaman, það er alltaf í lagi, bara, sko. mér langar ekki að hafa áferð í drikknum mínum. Vá, elska ég vassmjöluna það mikið að ég myndi vilja borða hana hvert eina skipti. Já, hvað myndir þú gera? Nei, ég elska hann ekki nóg mikið til að Nei. borða það. Ándjóks. Ég var ekki til líka bara að vassmjöluna í næsta dag, 3 sinnum á dag, sko. Ég held að vera önnur saga með þig ef þetta veri ananas. Ég var til að borða ananas að 3 Ég sinnum á veit, dag. þú elskar ananas. Viss áhugaverð staðrind, það tekur ananas 2 ár að vaksa. Já, Það er crazy. það er fyrir cool, sko. Það er bara, þú veist, pældi hvað að hafa fyrir því til að geta farið upp í munnuna þér. Já. Áhugaverð staðurinn, það má ekki borða toppinn á ananasnum. Nú, Hann er eitraður. damn. Já. Ok, það er crazy. Já. Fuck maður. Hann er ekki svona ætur eins og fíblarnir. Maður þarf að vera algjörst fíbl til að borða toppin á ananasnum. Já. Þessi var fyndin. Þessi var góð. Góður. Ég er góð sko. Kemur að helpa. Myndirðu frekar vilja festast í, þú veist, á milli einhvers í matarslag? Einhver hópur sem er í matarslag? Oh my god. Eða einhver hópur sem er í vassblöðruslag? Oh my god, þetta er bara verstu martræðna mínar. Oh my Bara god. caught in the middle, sko. Matarslag eða my vassblöðruslag? God. Ég hata bæði bara svo mikið. Okkur hatar allt. Bara hatar allt í dag. Góð spurning. Ok, sko. Ég held ég myndi velja vassblöðruslaginn af því að þú veist, pældi því að vera í mataslag. Þú veist, þú getur fengið á því súrmjólk og bara fullt af einhverju sitti Súsa húsbónga. bara eitthvað viðbjóð sem smella bara Svona þorrablóts matarslöður. Ói, bara eitthvað, fucking hálfkall súsa, þú veist, ég myndi ekki vilja það. Nei, alls ekki, þú veist, meina- vatn smellar ekki Nei. en shit, hvað er okkur pirrandi Leir þetta að fá þetta vassblöður það í er sig, sko. ógeðslega óþægilt að fá vassblöður í sig, sko. Það er vont þegar þú Ég springur meina á það manni. er örugglega að fá bara, þú veist, ég veit ekki, ananas í sig eða Já, eitthvað. ég myndi ekki vilja fá ananas bara, þú veist, í nefið. Já. Skilurðu? Ég upp í raskatið á minn. Ok. Hefur ekki séð Little Nicky það? Nei. Þegar þeir eru í helvíti, þú veist, hvern einasta dag þá þarf hann að Satan alltaf að tróða einum ananas upp í raskat á Hitler. Ari, hvert að segja? Hvaða orð eru í gangi? Það er bara svona daglegt verk í helvíti. Að tróða ananas upp í raskat á Hitler. Gauður, við þurfum að horfa á þessa mynd, maður. Ertu að grínast í mér það? Anders Sandler, sko. Ok, ég myndi velja vassblöðunar en þú veist, ég er samt bara please ekki því það er sko bæði inniheldur fólk og Anna Kristín, hættu þessu. þá þarf ég að vera í kringum fólk sko. Dauð, hóra. Heyrðu, ok, ef kannski geima hvort myndur spurningar í smá stund. Já. Fara aftur í þær bara eftir. Já, Og en að taka nokkar af þessum, ég er með annan spurningalista þeirna oh my god, ég er mjög peppuð. sem eru öðru spurningar, sko. Já, En ég samt alveg til ég, skemmtilega það líka, er alveg erfitt að velja upp á milli svona margra hvort myndur frekar. Já, ef þú getur fyrir út í game, myndur þú gera það? Nei, Af hverju ekki? af því að Þetta var sterkt nei. Nei, ég myndi bara aldrei fara til game. Ég er ekki fókið Katy Perry, skilur. Þú veist af hverju ætti ég að fara til game?
geiminn? Ég hef ekkert þangað að sækja. Fuck, ég er búin að gleyma Kom bara kysst í jörðina með blóm í geiminu bara shit. Þú veist, gaur, Ari, ég hef ekkert að sækja út í geiminn, skilurðu. Þú veist, það er ekki þyngdaraflar, skilurðu. Ef ég þarf að ropa þá æli ég, þú náttúrulega myndir ekki þurfa að hafa þær áhyggjur. Þannig að sko af hverju catcha ég þetta straight, þú veist. Hvað er að gera? En sko, og svo, þú veist, ándjóks, hefur ekki séð svona æfingabúðir þar sem að astronauts er að fara út í geiminn og þau lenda í svona, þau fara ekki að hratt og andlitið er að fara bara niður, þannig að ég sé búin að eitsa svona 80 ár. Þú veist, mér langar alveg lóki ekkert að gera þetta, sko. Nei, ok. Bara, mér langar alveg bara að vera á jörðinni. Bara á jörðinni. Ég held að sé samt alveg cool. Já, ég er samt alveg lofthrædd, sko. Geimurinn er hátt uppi, Ari. Það er ekkert uppi. Nei, hann er bara uppi. Nei, hann er ekkert, þú veist, það er ekki áttir í geimnum, sko. Ó, það er alveg skeri líka. Þá verður maður áttavildur. Ok, sorry mitt, nei, ég veit ekki Ég elska, sko, þetta er ástæðan okkur ég elska heila þér, sko. Hann er fascinating. Mér langar ekki geiminari. Það er alveg bara svara mitt, nei. Ok. Hvað er fyndnasta gæludýranafn sem þú hefur nokkuð tíma heyrt? Oh my god, Matthildur. Matthildur? Já. Ok. Köttur vinkonum minna heitir Matthildur. Ok. Af hverju heitir köttur Matthildur? Er það sem ég held að það sé það? Já, það er svo sem heldur að segja, sko. Ok. En þú veist, ég myndi ekki skýra kötti minn, jú, kannski myndi ég skýra. Það er fyndið, sko. Ég var enda til eiga hund sem heitir bara, þú veist, Samuel eða eitthvað. Já, bara Geirþrúður, kontinga, elskan. Geirþrúður. Ef þú verður yfirgefin á eyðieyju, með hverjum myndir þú vilja vera, þú veist. Varstu ekki að segja að ég veri yfirgefin? Ok, þú veist, ef þú verður först á eyðieyju, Já. hvað eina manneskja, þú veist, ef maður taka eina manneskju með þér, hvað myndi það vera? Sorry, en Gunnar, skilurðu? Já, ok. Hann er alveg lókið kærasti minn, skilurðu? Skilurðu? Ég er ekkert fara að taka þig með. Þessi, ég myndi alveg taka þig með, skilurðu, en Gunnar er alveg kærasti minn, skilurðu? Já, það er mjög bara reasonable, þú veist, ég er ekkert eitthvað reiður. Ok. En ef það taka 2 manneskju með, þá myndi ég alveg íhuga, nei, ég á alveg mjög mikið systkinum. Dwayne Johnson. 100%! Oh my god! Eða Daddy Petra Pascal. Ok. Þú basically rungaði mæknum að það, sko. Eða Daddy Willem Dafoe. Ok, bæ Gunnar. Hæ Willem Dafoe, skilurðu? Já, bæ við Gunnar. Willem Dafoe. Ok. Ef þú getur sest niður og elska að sittast niður. Ok. Ok, hvað er með það? Ef þú getur sest niður og borða máltíð með einhverjum einstaklingi, bara, þú veist, það má vera á lífi eða dauður, hver myndi það vera? Michael Jackson? Já. Ok. Hann er bara mjög áhugaverð. Mér langar bara að hlusta á hann tala. Mér langar bara að heyra Ok. Nei, bara, þú veist. Held það, sko. Sko, Michael Jackson. Sest niður og bara hvað, gerðirðu það? Ok, sko, kannski ekki. Mikael, gerðirðu það? Did you do it? Nei, Ari, ég myndi alveg vilja bara tala við Michael Jackson, skilurðu? Já. Ég elska tónlistin hans. Ég veit. Og bara, þú veist, bara ég elska hann, skilurðu? Og mér langar bara að heyra í honum tala, skilurðu? Já. Og mér langar alveg bara líka að tala um það, skilurðu? En ég myndi kannski ekki byrja á því, bara gerður það helvítið. Þú veist, ég gerði það, skilurðu? Nei, ég skil. En Michael Jackson. Það er ennþá verið að deila hvort hann já. Ég veit að þetta er fucking, ekki, sko. þetta er crazy, sko. Þetta er undeniable að hann er bara frægasti maður ever. Það verður engin frægur á Michael Jackson, það er bara þannig. Ég myndi örugglega velja, þú veist. Já, hvern myndið þú velja? Karl Marx. Þú ert svo skrítin. Ég myndi velja Karl Marx. Ég var að búast þú myndi segja Edgar Allan Poe. Eða þú veist, Lenin eða eitthvað. Ég var að býða eftir þú myndi segja Edgar Allan Poe er reyndar, það er góður kandidat, sko. Oh my god. Ég held að myndi samt vera Karl Marx, sko. Hver er það, skilur við? Hver er það? Þú verður bara að lukka upp. Heyrðu, ok, hvað er gameplanið til að lifa af zombie apocalypse, þú veist? Hvað er gameplanið? Eða myndi koma, þú veist, myndi vera, heiminum myndi enda og vera zombier út allt. Uppvakningar. Oh my god. Uppvakninga heims. Hvað er að uppvakninga heimsendir? Já, heimsendir, heimsendir er það sem leitað. Hvað verður gameplanið mitt? Hvað verður gameplanið? Líklegast bara að dreipast, sko. Ok. Ég myndi alveg Loki deyja, Ari. Það verður zombíar eitthvað bara, nei, heyrðu, býta aðeins, ég er með MS, ég er svo fucking heppin. Zombíar myndi ekkert vilja heila minn, af því hann er bara svona, þú veist, hann er alveg bara, hann er ekki feskur. Hvað ætti að segja? Nei, ég myndi lifa af. And you're all dead. Nei, Ari, ég myndi lifa af því að zombíar myndi ekki vilja borða heila minn af því að hann er skemmdur. Zombíar, ok, nútíða zombíar borða bara allt, sko. Ekki heila minn.
Nei, þú veist, þeir borða alla parta líkamarum Ok, gameplani mitt væri örugglega að finna mér flugumann og við myndum fljúa bara á eiginu þarna Sentinel Island, það sem að ættbálkurinn sem enginn má koma Þú inn myndir deyja strax og myndir frá Sentinel Island Þeir myndir drepa þig svona Já, ég væri inn í flugvél, Ari Já, en þú veist, hvernig þú þarft að lifa einhver megin af framtíðina Já, það er rétt Ég hugsa þetta ekki aðeins til enda Við skulum bara Ég meira langar að hitta fólki sem á heima á North Sentinel Island Annars það myndir drepa þig Pældi Ari, það eru svona 50-60 mann sem búa þarna og það bara, þú veist, bara, oh my god Þetta er svo Þú líka, áhugavert þú veist, erfitt að fá mat og allt þar, sko Þetta er svo áhugavert, pældi það bara má enginn fann áhuga Ég hef, sko, ég myndi gíska á svona Ég myndi gíska á allt annað en hefði sagt þetta Hvað er þetta, Hvað myndir þú Hvað gera? ertu að segja? Hvað verður gameplanið þitt? Hvað er með það? Láttu mig skipta skoðun að fara ekki á North Sentinel Island, skilur Ég myndi safna öllum saman sem er lifandi í nágrunni, sko Ok, og fara upp í Blönduvirkjun fara upp í Blönduvirkjun Já, þess að reyna að viðhalda rafmagnsins, sko og líka af því að það er ágætt svona maður getur örugglega byggt ágætt virkið þar, sko og svo getur maður að fara underground get langt og það er maður frekar safe þar, sko þú veist Ari, ég ætla að segja að þitt plan er alveg gáfulegra heldur en mitt plan Já Af því að í Blönduvirkjun North Sentinel Island ég ætla að fara á eiginu þannig að það sem frumbyggjarnir drepa mig þegar ég sjá mig heyrðu, já, ég er til í það er geggjað Nei, sko, Ari, fuck you hell bara, já, sko, hefur skárræðu þú hafði sagt Epstein eiguna eða eitthvað, sko Ói Nei, sko, Ari, já, Blönduvirkjun er alveg góð hugmynd Við getum bara farið niður á hæð 27 og bara chilla með rafmagninu, skilur bara við og rafmagnið, skilur Já, en maður þarf náttúrulega að finna eitthvað leið til þess að hafa matar öryggi og allt svona, sko Það eru fjallagrös upp á heiði Já, það getur maður ekki bara sko. Það er alveg fjallagrösari Já. Og örugglega fullt af fíblum Já, förum við upp í Blönduvirkjun og borðum fullt af fjallagrösum og fíblum Já Það verður við alveg góð Ok Næsta spurning Trúir á drauga Já Hræða þeir þig Ef það eru vondi draugar þá hræða þeir mig En ef það er bara eitthvað afi minn að chilla Hver er munurinn á vondu draugum Þú veist, ef amma og afi eru bara eitthvað chilla niður í fjósi skilur og segja bara, hei, jó, ertu bara að gefa fóðbæti ok, slei, þú veist, þá er ég ekki hrædd við þau En ef þetta er alveg vondur andi sem er bara Anna, ég ætla að fokkin drepa þig Þú veist, þá, og stendur í hotninu á herberginu mínu þegar ég er að fara að sofa Þá er ég alveg hrædd, sko Já En þú? Nei, eins og ég sagt það ég trú ekki á hann svona Þú er svolítið skrítið, sko Er ég skrítin? Já Ok Ég meina, ég skal trúi því að fæ sönnugögn Bara please, endilega Já, ég meina, þú veist, það er alveg örugglega til einhver sönnunargögn Ekki þetta sem ég hef séð Neist, þú getur alveg farið til miðils og Ég myndi frekar eiga bara langan kvöldverð með, þú veist, einhverju miðflokksmanni Oh my god heldur en að fara til miðils sko. Holy shit Fara til miðils Ekki allt í lagi með þig Þetta var fast, sko Ég bara, Holy guð minn, góð Nei, bara því að miðlar geta alveg miðlað Já, frá draugum þeir eru góðir í að búlsita svolítið Ari, nei, þú veist, Ari, þú verður bara að fara til miðils Ég sika klínmiðil Það veit ég ekki, maður Það er reyndar, mér finnst hún cool, sko Myndi kannski fara til hennar þá Já, bara, þú veist, það er til draugar Ég veit það alveg, sko Ok Næsta spurning Ef þú myndir fá þrjár Ef þú myndir, þú veist, nuttalampa Þú veist, gamla svona lampa og myndi koma, þú veist, andi út úr lampanum og væri hann alveg andi eða? Og myndi gefa þér 3 óskir Hvað myndir þú nota óskirnar í? Hvað myndir þess að 3 óskir vera? Ég væri sérst með 3 óskir og geti bara óskað með hvað sem er Ok Fokk, ég þarf að hugsa í smástund sko. Já, alltaf Ok, ég veit að þetta mun hljóma fucking cliché en ég myndi óska þess að fólk hætti að drepa fólk, skilurðu? Já. Bara, please, hætti að drepa fólk. Það væri fucking gott. hætti að drepa saklist fólk, on jokes. Ósk nummer 2. Regína ósk nummer 2. Stopp! Hvað er að þér, skilurðu? Ok. Ég myndi, ósk nummer 2, ég myndi óska mér að ég ætti endalaust supplies af Pepsi Max. Já. Bara, þú veist, við erum að tala um bara endalaust, það myndi aldrei klárast. Já. Bara ég ætti alltaf Pepsi Max. Já, það er alveg cool, sko. Það er góð ósk. Númer 3 mun vera mjög sjálfhverf ósk. Mig langar að syngja með Billie Eilish. On jokes, það væri ósk nummer 3. Bara hvað sem er, bara ég væri til í að syngja með fucking Billie Eilish. Það væri cool. Billie Eilish, ekki fyrir fram fólk.
ekki fyrir fram fólk samt bara syngja, skilur Já, ég skil bara ég og hún, það kannski taka upp á síman, skilur og setja á net, ekki fyrir fram fólk Ok, bara syngja Billie Eilish, ok var þetta ekki góð svör hjá mér? Ég meina, jú Oh my god, ég hefði líka getið sagt bara $1,000,000 eða eitthvað Já, eða þú veist- $100,000,000 ok, verið saman pening, en ég hefði getið sagt bara eitthvað, bara 100 minn myndi lifa að eilífu, þú veist Já. já, lengi og ég ok, ég ætla að breyta, ég ætla ekki að syngja með Billie Eilish, ég ætla að breyta yfir því að 100 minn verði jafn gamall og ég Ok ok, Ef þú myndir þurfa að lýsa þér sem einhverju dýri Hvaða dýr myndirðu þannig að vera? þetta er svo góð spurningari, eina af þeim betri sko Lemúr? myndi ekki vera lemur mér langar að velja 2 dýr Marglitta ég myndi ekki vilja vera marglitta ok, af hverju ætti ég vilja vera marglitta Ég veit ekki. stuða Það fólk eru bara alltaf svona eitthvað svamlandi, sko það eru svamlandi, ég er ekkert svamlandi ertu þessi feit? Nei, bara því ég finnst gaman að segja svamlandi já, það er rétt, þannig að ég myndi velja, má ég velja 2? Sure ok, númer 1 ég myndi velja að vera mörgæs af því að það er ógeðslega kalt það sem að búa Ok ég vil búa á Suðurskautslandi og renna mér eftir ísjaka og fara út í sjóin og bara lappa get cool, skilurðu ég myndi vilja vera það, ég myndi vera mörgæs eða ég myndi vilja vera strútur af því að þeir já, af því þeir ef þeir eru feimnir eða með kvíða eitthvað þá bara setja Já. hausinn í sandin eitthvað, þú veist ef ég sé þig ekki þá sér þú mig ekki, Er skilurðu annar að koma að sinna Andjóns, ég myndi vilja vera strútur meira heldur en mörgæs, nei ég veit ekki alveg ég myndi vilja vera bæði strútur og mörgæs Já eða fluga, nei ég myndi vilja vera strútur Flug? já, bara fluga, Ok það er alveg Á veggnum bara? já, bara veggnum, skilur Ok. bara heyra alls konar, Allt í lagi. bara the tea is piping hot Vissir að strútarænindar þeir hlaupa úgeðslega hratt já, ekki ég, það verið skemmtileg tilbreyting það verið geggju Hvaða kertalikt er upp á sliktiðin? oh my god Þegar farið svona scented candle ég skal segja þér, Ari ég skal segja þér, þetta mun vera ógeðslega ömulegt svar þetta er svona white woman svar Ladies and gentlemen, this is white woman number 5 ok, cotton Cotton? já, eins og maður fær í rúmfóð Okkur það er white woman svar að því að þú veist Hvað er þetta að segja? þetta er kerti sem mamma kaupir alltaf Ok hún er alveg hvít, Ari Hún, já þetta er svona kerti í svona krukku, skiluru Já, það er það sem við erum að tala um með svona, Skýlur Hvað er þetta að segja? með svona bómullalikt cotton, Ég líkta bómul alveg allan að kertónu sem Já, stendur á ok cotton Ég er mér allt í lagi það er Ok, uppáhaldslikti mín eða, nei ekkert eða það er bara cotton, okay. Allt í lagi takk fyrir mig Þannig að já, næsta spurning Ef þú myndir vera ósýnleg í einn dag Hvað myndirðu gera? fara með að fólks ég vil grínast Ert fyrir bæri ég myndi vera ósýnileg í heilan dag Já. wow. Hvað myndi Anna gera? Hvað myndi ég gera ef ég verið ósýnileg í heilan dag? Ég veit ekki hvað ég myndi gera þér. Ég myndi örugglega bara fara meðal fólks Ok og bara, þú veist, vera ekki í kvíðakasti á meðan Ok Þú veist, bara standi í röð í búðinni án þess að panika Fínt svar, fínt svar wow, sér mig enginn, ok, alltaf Því Ok. ekki svar Þetta er En svar ég get mig líka alveg farið á svo rænt banka en það er alveg unethical, skiluru Mér Það langar fyrir alveg til ekki hvaða bankið er Ok, ég er ekki farið að ræna banka, skiluru Nei Ok, heyrðu, við skulum fara aftur í hvort myndur spurningar Æi, Ari Já, já, við skulum Myndur frekar vilja geta tekið tilbaka allt sem þú segir Þú veist Vá Eða heyrt öll samtöl sem eru þig Wow, fuck, þetta er stór spurning Shit, sko Ok, sko, ég er alveg all for the let them theory, sko Bara let them theory Ef þeir að tala þig, bara let them, leiði þeim að tala þig Þú veist, Já, ef same, þeir hafa ekkert annað að tala það, skulle bara tala þig Ég myndi freka vilja taka tilbaka sem ég segja Því ég segi stundu svo vandræðlega hluti Það var líka alveg perfect fyrir að þú er með Tourette, sko Já, það er mjög fín að vera ekki bara eitthvað slott Þú veist, það er fínt að geta tekið tilbaka Og líka bara eitthvað, þú veist, þegar maður segist vilja fara á North Sentinel Island og eitthvað skilur Hvað ert að segja? Ég er bara í sjokki, Patrikur Ok, sko Bara, vá Nei, ég myndi, sko, bara let them, skilurðu Það er bara eitthvað sem ég lifi eftir Bara ef þið talið um mig, bara go for it Bara talið um mig, Let me eat cake Let them eat cake, ég veit ekki hvort það segja Mary Antoinette
ok, það eitthvað Guð. og hérna, ég myndi alveg frekar vilja taka tilbaka eitthvað vandræðalegt sem ég segi eins og þú veist bara eitthvað vandræðalegt Já, heyrðu, manstu þetta þannig vandræðalegt sem sagði í tíundabæk Nei þegar þú varst Þegar þú kallaði kennar þinn mömmu Já, eitthvað þannig Fuck off Svo vandræðalegt Ok, já myndið þú frekar aldrei borða kjöt aftur Ok eða þurfa að veiða allt kjöt sem þú veist, veiða öll dýr sem þú þarft að borðar, þú veist. Aldrei borða kjöt aftur Ok. Ég myndi bara, þú veist, ég elska actually Umf gott. Það fucking geggjað og ég myndi bara finna mér bara prótein og náttúrufæði náttúruauðlindir Nei, hvað myndi ég finna mér, Ari? Finna mér náttúruauðlindir Nei, næringarefni, ekki náttúruauðlindir Ég myndi finna mér næringarefni annars staðar Miss Universe svar. Það var svo mikið Miss Universe svar okay. Ég myndi ekki borða kjöt ever again Það er bara að pæla svolítið í sundafæri líka, sko. Já Ég bara segja. Bara segja, já, ég meina, þú veist Go for it Up the Up the octave Go for it Ok, hvað er á Ok Ok, myndur frekar vilja hafa þriðju gefurtu Þrjár gerustur eða ekstra tá auka tá Auka tá Oh my god Þú veist, ok, segjum að maður eignist barn, skilurðu Ég er ekkert að laktósa X3 Hvernig kemur það? Vá, guðmi Þú segir mest out of pocket shit sem ég hef fucking heyrt Guð Nei, sko, ég er að segja, þú veist, ef maður eignast barn, skilurðu Ég er ekkert að laktósa X3, skilurðu Þú ert ennþá bara með 2 brjóst, sko Já, en, Er ekki auka brjóst með Ok, þá skiptir ekki þetta með barni máli Ok, fuck that shit Ok, ég get ekki í dag Þú ert eitthvað Ég veit ekki, það er eitthvað gangi með því í dag Heyrðu, ég var búin að segja þér að ég er með cotton brain í dag Ég myndi velja tásu, ég myndi velja auka tásu Býta þess Sniffa á mörg cotton kerti apparently eða eitthvað Guð Ok, sko, ég myndi alveg velja bara að vera með auka tásu Mér langar ekki að hafa fleiri geirvörtur Já Líka bara hvað geirvart, það er ógeðslega ljótt orð Fucking ljótt Vá, reynda Geirvart Varta Þetta er ekki varta Ákveð er þetta ekki bara með nippul Þetta er bara eitthvað nippul Já, bara eitthvað nippul Bara eitthvað Nei, geirvarta Ok Ég skal koma með mjög in the pocket svar næst af því að þetta var out of pocket Myndur frekar vilja hafa möllett í 1 ár Oh my god eða Aldrei vera sköllótt í 6 mánuði Já, það Ég hef verið með möllett og það var hræðilegt Hæ? Já. Nei, það var iconic sko. Ég skil Það ekki var, hvað það það var er absolutely hræðilegt Eitt besta lúk í mitt var líka möllett sko. Þú ert líka strákur Það er flott að þér að vera með möllett, skilurðu Ég vildi ekki möllett Það var accidentally klift á með möllett Það? Já, ég vildi, oh my god, það var svo pirrandi Byrju var á hún hana í Já Nei, Ari, ég er ekki að fucking grínast í þér Er það tíminn sem við býðum í, þú veist, 2 tíma næstu Já. Þetta fucking Svona 2 tíma allavega hana Og þú veist, við Egill fórum inn Egill var kannski korter í klippistólnum Svo fór ég í klippistólnum og hún bara eitthvað Já, hvað vilt þú að ég geri fyrir þig? Og hára mitt var bara gætt ljótt Og ég bara eitthvað, bara stytta aðeins og eitthvað svona drasl Hún var bara eitthvað, doing my hair Í næstu 2 tíma Og ég labbaði út með fucking möllett Það var reyndar einn versta greiðsla sem ég sé Þetta er versta Já, ég ætla að tala um klipping. það Ég held að vera að tala um hana þegar þú varst í Reykjavík hana Nei, alltaf á snappinu hana. Sko, þetta er náttúrulega var, Ertu að segja að það hefði verið ljótt hár? Ha? Nei, ég er að segja að það var cool Já, það var cool þegar ég var með Þú svona varst með hárspreyið og Já, það er ekkert möllett maður Það var bara ég var fucking iconic En þú veist, ok, chill hana Vákvað þetta var ógislega self-absorbent svar En já, þetta möllett dæmi Þetta var bara mitt versta lúk Ég kom heim og grét mig í svefn Og ég er ekki eins og grínast Já Þannig ég myndi bara Ha, rest í Ég svefn grét mig í svefn Ég var í Damn. klippistólum í 2 tíma Og labbaði út með móða fekk möllett Bara gaul, ég er ekki fucking Billy Ray Cyrus Mér langar ekki til möllett Geturðu please ekki Þannig já, ég hérna labbaði með derhúi Þú veist, hvað ertu að segja þetta? Ari, ég labbaði með derhúi í nokkra mánuði eftir þetta Já, og ég var ok. bara, nei, glemdi hugmyndri Ég myndi frekar vilja vera sköllótt að þá geti ég sett með hárkollu og vera getsleg Það stendur hérna má ekki setja á sig hálkólu Ok, þá verð ég bara fokki sköllótt og gengur með hatt Ok Já, eða verð bara sköllótt, það er iconic Myndur frekar sleppa farsímanum í mánuð eða sleppa að fara í bað sturta Oh þig my í God. mánuð Sko, ég ætla að segja bara eitthvað ég vil hitt, þú veist, leið og sagði, myndirðu sleppa farsímanum Og stengi sko. ég vil hitt, en ég vil ekki hitt Ég vil ekki fara eitthvað sær í mánuð Mánuð Já, glemdi hugmyndinni
frekar sleppi ég farsímanum. Ok. Oh my god. Ég meina þú veist að maður þarf eitthvað skrítin en maður segir að maður maður velur, ekki í náttúrulega baði þú veist, basically it's kind of my occupation, skilurðu, Já, að vera nefnilega, sko. en ég myndi samt sleppa því, ég myndi bara, glimtu hugmyndri. Myndirðu frekar vilja hafa geðveikt viðkvæma bragðlauka Ok, eða geðveikt viðkvæma heyrn þú segir nokkuð Ari. þannig finnur geðveikt vel fyrir því sem þú bragðar eða geðveikt Ok, sem bragðast á sko. já, bragðast á. eða heyrir geðveikt vel eða þú veist, neður svona mjög viðkvæma heyrn sko. Sko, ég vil hafa bragðleika. Ég finnst alveg mjög gaman að finna bragð af hlutum. Já, Gott bragð. ok Þú veist, ég þarf ekkert að heyra eitthvað betur, skilurðu. Ég heyri alveg vel. Ég heyri grasi gróa. Ok, Ég heyri svo vel, ég heyri Þetta vitni eitthvað snjóin snjóa. Ég veit ekki hvað það segir Heyri hári vaxa, heyri neglurnar Hvað er lengjast. þetta? Heyri hjarta slá. Þetta er lag. En já, ég myndi velja bragðleikuna af því að ég myndi vilja finna meira bragð en ég þarf ekki að heyra eitthvað betur, skilurðu. Ok Myndirðu frekar ég þetta bara pítsu í heilt ár Já, eða aldrei ég þetta pítsu í 5 ár bara pítsu í heilt ár. Damn Ég elska pítsu Ég er það ekki sem ég mikið. geti borðað samt bara pítsu í 1 ár Ég geti það. Ég elska pítsu, sérstaklega með pepperoni. Samt að reyndar borða ekki pítsu í 5 ár Ég myndi aldrei vilja borða ekki Ég reyndar pítsu. elska alveg pítsu Ég sko. elska pítsu. Það er uppáhaldsmatur minn fyrir utan kjöti karrí. Kjöti karrí er sko uppáhaldsmatur minn sem mamma gerir. En ef ég gera það er það ógeðslega skilur þannig Lasagna ekki er þegar ég uppáhald- gera Ég það. meina að ég reyndar elska ítalska mat Já, Lasagna er uppáhaldið mitt sko. það er fínt sko. Ég myndi alveg sleppa lasagna í 5 ár. En þú veist, Ég er ekki, pizza. ég myndi ekki sleppa þessa lasagna Þú veist, ef þú kemur með good shit pepperoni pizza fyrir mig, bara pepperoni pizza, skilur ég er ekkert að fara að segja nei við því í Ég 5 gæti ár. þetta alveg borðað í heilt ár sko. Ég myndi borða pizzu Jú, hver einasta dag í heilt ár. Ég myndi fyrir að gera Bara það í staðinn fyrir að ekkert sleppa. mál. Ég borða frosna pizzu á hverjum einasta degi í 2 vikur straight, sko. Ég er ekki að grínast. Damn Ok, wow Ég er alveg reyndar að borða frosna pítsu oft í einu viku en ekki svona hverju degi Kjallan borðaði 14 dag í röð, sko. Ef það? Ég er bjóða stúdendagurinn menn endi gelda, skilur ég var að gera annað. Það er crazy sko. Já, já. Myndirðu frekar vilja geta tala hvert einasta tungumál í heiminum eða geta tala við dýr? Tala við dýr. Oh my Tala við god. dýr? Ég myndi vilja tala við dýr. Damn, ok Shit, hvað ég myndi vilja tala við dýr. Hvað myndir segja við dýr? Ég myndi vera í konstant samræðum við hundi minn. Já Og bara alla beljurnar Ég og... meina, þú veist ekki hvort það segja eitthvað intelligent Ég samræður geti verið bara eitthvað við hanan hérna hinum með hérna, skilur Ok. Við getum alveg bara að tala saman, ég og hanin hérna hinum með við göttuna og bara kettina, þú veist, Mattildi köttin og Loppa og alla beljurnar og alla kindurnar og bara fuglana, skilur bara öll dýr. Það eru bara eins og rauð þetta eða Ok. þú veist hvað Disney Princess sem talaði Já, dýr þú veist, mjallhvít. já, ég man það ekki Harry, en þú veist, ég myndi vilja tala við dýr af því að þú veist, ef ég þarf að tala tungumál þá þarf ég að tala við fólk, skilur Ok Þú veist, ef ég kann öll tungumál Pældi í vinnu tækifærunum þú veist, með að geta talað öll tungumál Já, en Fokk maður Ari, Þannig að fólk er alveg í lægi sko. já, en dýr eru betri. Dýr eru fín, já Ok, Nei, svín eru fín já, svín, ég geti talað við þau. Hvort myndið þú? Myndið þú veist, tala við dýrin eða tala öll Öll tungumál? tungumál sko Af hverju? Ég meina bara því að maður getur talað öll tungumál Tala við alla í heiminum Þú getur talað við Það er þessa á geggjað. hann North Sentinel Island. Já, ég meina já Ég er samt, Anna, mér langar ekki North Sentinel Island Hvað er þetta að Ég segja? er svo forvitin hvað er á Maður þessari myndi vera eyju. drepin strax sko Já, þú veist, kannski er það worth it, skilur. Nei, það er ekki að vera drepin Nei, bara, þú veist. Anna, ég enn ekki Hvað? Ég er svo forvitin. Ok, alltaf. Shit Myndur þú frekar geta greint allar lígi frá sannleikarinn sem allir segja Ok, greint alla líga frá sannleika. Já, Eða... bara frá öllum Ok, Eða komast burt með að allar lígar sem þú segir Ég myndi vilja geta bara call out bullshit hjá öllum. Bara geta, Damn. bara, ég myndi vilja bara, þú veist, já, þess að segja rátt. Hefurðu séð Pokerface þættina? Hefurðu séð þá? Byrju, Pokerface? Pokerface þættina? Nei Með rauðhærugælunni sem að leikur í Orange is the New Black. Hún Nei. getur... Ég sé Orange is the New Black heldur en ég veit ekki hvað rauður gerir Segir ég veit ekki Segir, já, ég skríti Auðvitað hefur þú bara eitthvað séð Orange is the New Black allt í einu Já, geðu ekki þættir. Það grínast það. En þannig að rauðhærugælan, Natasha Lyonne, Ég veit ekki sko, hún leikur í American Pie líka. Rauðhært, krullærð. Langt síðan sá American Pie Ok, anyways, hún leikur í Pokerface-þáttunum, hún getur kollað bullshit hjá öllum. Mér langar að hafa þannig hæfileika, skilur. Ok En Hell yeah. pældi bara allir trúa öllum liðunum þínum
Þú veist, þú getur bara komið spurt með allt. Já, bara það samt alveg óþægilegt að ljúga. Þá þarf maður að muna svo margt hvað Ég maður þú laug. þarf ekki að áhyggjur af því að allir trúa bara því sem ljúga. Bara En mér langar samt ekki að vera bara eitthvað, hei, Ari, heiminin er bleikur, skilurðu? Nei, þú getur labbað inn í bankakassi bara, heyrðu, já, ég ætti að sækja, 2 milljónir í dag eða eitthvað. Og þú veist þá bara að gefa þig 2 milljónir eða eitthvað. Já, þú veist, nei takk. Þú veist, ég vil freka geta kollað bullshit hjá öðrum, sko. Myndið þú velja hitt? Já. Af hverju? Það er bara eins og okkur ofurkraftur, sko. Ok. Ég bara vil ekki vera ofurhetja. Ok. Sagði enginn aldrei ég vil ekki vera ofurhetja. Þau er allt svo vöðvastælt, maður. Já, það er cool. Já, ég er ekki þannig. Ég get ekki það, sko. Myndirðu frekar fyrir að tala eins og Jóta eða anda eins og Svarthöfði? Tala eins og Jóta. Ok. Ándjóks, ég myndi vilja tala eins og Jóta. Fallegt út í þér í dag. Já, svona að tala. Ég myndi vilja Það veitir alltaf bara eins og eitthvað, þú veist, Discord-mót eða, þú veist, Já, þú veist. Reddit-mót eða eitthvað, bara eitthvað. Já, mér finnst það bara vera svona. Það er alltaf bara einhver sem býr í kjallaranum, sko. Ok, því ég get ekki, sko. Ég myndi ekki vilja anda jafn hátt á hann. Það er alveg vandræðalegt, skilur. Maður kannski, þú veist, er meðal fólks, skilur, og andar gett hátt. Já. Það allir að sé það bara, ég veit ekki, að setja perrast eða eitthvað, ég veit Já, og ekki. bara eða sé bara með einhver endaþarsvandamál eða eitthvað, nei. Endaþarmsvandamál? Nei, lungnavandamál. Hvað, sko, ég veit ekki hvað er upp í raskaturinn á þér í dag, sko. Ég veit það ekki heldur. Ég myndi velja Jóta. Ok. Getur þú gett Jóta það? Nei. Nei. Wow. What the fuck? Fallegt úðir. Nei, ég get ekki. Þetta er bara eins og Þú ert satan. bara komin í pakka, þrápakka af sígarettum aftur, sko. Shit, maður. Ari minn. Wow. Þetta er actually scary. Bara... Ég ætla að gera mína mest scary Lúcifer. rödd. Ertu tilbúin? Satanus. Hvað viltu að ég segi við þig í scary röddunum minni? Ég sé þú skilar ekki pappirunum í dag, eða eitthvað. Ég sé þú skilar ekki papirunum í dag. What the fuck? Maggi Víglund. Ok, alltaf Þetta er ekki lægir. Hefur fyrir aftur í hinarspurningar. Ok. Hvað er uppáhald samsæriskenningin? Þetta er góð spurning. Já. Ok, upp á sannsærikenning mín. Oh my god. Shit. Ég get ekki valið maður. Það eru svo margar góðar. Uppáhaldið mitt. Uppáhald samsæriskenningin? Ég ætla að segja bara að jörði sé flöt eða að tónlýtingin var fake af því að það er hægt að tala svo mikið. Ég elska... Er hægt að tala svo mikið um Nei, hefurðu séð, ok, ég horfði á debates á YouTube daginn sem var næstu 3 klukkutímar lengt. Það sem var, Af hverju? það sem var, að því að, veistu hvað, þetta er áhugavert að heyra hvað fólk er heimst það. Sko, ég Ari. skil ekki hvað þú gerir stundum Nei, sko, það er eitthvað áhuga á alltaf ekki. Þetta var segjast 4 flat earthers og 4 round earthers sem að hittust og voru að debata í Round earthers, þetta er bara jörðin er bara, það er ekki að vera round earther. Nei, en þetta var Það er samt, bara sannleikar. þetta hét allavega Sannleikurinn. flat earthers vaffes Æ, ég er round það earthers. Jubilee myndband. Já, Jubilee. Æ, ég hata Og, Jubilee. nei, ég elska Fuck, þetta. ég þori Og ekki þetta var Jubilee. debate og þetta var, ég hatar það. Og þetta var mjög Af interesting. því að þeir eru alltaf með svona topic sem bara, þú veist, svona hallast að einhverju stereotypum og einhverju svona heimskulu drastli, þú veist. Ok, ég hef bara hort á debates myndböndið þeirra. Já, ok. Og mér fannst þetta mjög skemmtilegt af því að Ég hugsa svona frekar contenti heldur en afleiðingar af contenti. Já, þú meinar. Ég hef ekki hort á neitt meira heldur en bara debatesin hjá þeim. Og mér fannst þetta mjög skemmtilegt af því að fólk segir bara eitthvað. Flattur þeir segja bara eitthvað. Ég ætla að segja þetta 20 uppaldið mitt og svo líka með Bob Ross að hann máli bara myndir af Destination þar sem hann faldi líkin. Það er enda heldur gott, Já, ég fíla það. það er góð, bara Ef eitthvað þið viljið heyra meira um það, þá skulið þið fara í þátt 2, furðulega Já, samsæðiskenningar. ég ætla að fara að spyrja þig hvað þáttur er það. Hvernig mannst alltaf hvað þáttur það er? Ég er með ekki gullfisk á minni. Ok. Ég er með svona Þú veist það með skrítið heila. Ég er alveg Þú vilt alltaf fara á North Sentinel Island. En ég er samt með heila, sko. Já, Já. hann er svolítið skrítið í dag. Já, hann er skrítið. Af því að sko þegar ég fór í Segalómin þá var alveg, já, það var þetta- alveg heiliðar, sko. Já, Í haust mínum. já, ég veit. Trúir það geimurur? Ég veit það ekki. Erum við geimurur? Af því við búum í Ég geimurum. veit ekki. Þú veist, ég meina, ef að við Kannski erum... eru geimurur fyrir einhverjum sem búa aðast þar. Ha? Kannski eru við geimurur fyrir einhverjum geimurum sem búa annars staðar í alheiminum. Trúið þú á geimurur? Ég meina það hlýtur að vera séu einhverjar Sko, annarkvort... lífverur annars staðar. Ég meina það er bara statistically, þú veist, líklegt. Sko, já, annarkvort eru einhverja lífverur annar staðar eða þá að við erum bara completely alone í öllum universum. Kannski ekki, þú veist, Það er skeri tilhugsun. Ég meina að við, þú veist, skiptir mig ekki máli. Við erum ekki að fara neitt á minni lífstíð. Nei, nákvæmlega. En, ég verð að segja... Nei, ég veit það ekki alveg.
Ég veit ekki hvort ég trúi geimur. Nei. Jú, ég ætla bara að trúa þér. Ég held að sé bara, þú veist, mjög líklegt sko en, þú veist. Já, það er alveg líklegt. Næsta spurning. Hefur einhvern tíma fengið svona fangirl moment? Mér dreymdi Söru Larsson í fyrradag. Já, nei, fyrst erum við að tala í alvöru, sko. Já, í alvöru, ok, ekki drauminu mínum. Ok, já. Ok. Ég hef fengið þannig moment. Þegar ég vann fyrir sunnan í sjoppunni, þá var ég einu sinni í lúgunni og þá pulla bara upp okkur Birgitta Haugdal, skilurðu. Damn. Og þú veist, við erum að tala um það að hún er bara æsku íkoni mitt, sko. Já. Ég er bara Írafár og Perluplatan með Birgitta Haugdal. Birgitta Eina sem ég man æskunni að Birgitta Haugdal er þessi fucking dúkka hana svo átir. Ok, það var scary ass dúkka. Það var fucking weird ass dúkka. Birgitta Haugdal dúkkan, sko. Já, bara Birgitta Haugdal my ass. Það var fucking hausa og fucking, þú veist, þetta var risa hausari. Þetta var huge haus. Þetta var alveg haus. Þetta er stærsti haus sem ég séð. Þessi. Ekki áskottu Birgitta Haugdal, heldur Birgitta Haugdal dúkkunni. Dúkkunni, sko, þetta var fucking weird. Líka leiti út þessu Birgitta. Allavega, hún pullar upp í lúguna og bara eitthvað, góðan daginn, má ég fá eitthvað blillilega og eitthvað. Og hún var ógeðslega næs. Og ég var bara eitthvað, oh my god, ég var svo starstruck en ég þorði ekki að segja neitt. Já. Þú veist, við erum að tala um að hún var æska mín. Hún var alveg bara eitthvað, þú veist, ég elska tónlistarinnar og hún bara syngur svo vel en ég þorði ekki að segja neitt, en ég bara afgreiddi hana þegjandi og bara fekk starstruck moment, sko. Já, ok. Ég meina það er svona bara næs og þú varst ekki að segja eitthvað því að þú veist. Nei, því hún er bara venjuleg manneskja, skilur. Fólk, sko. Nei, ég var ekki, oh my god, ég elska þig. Ég var að hlusta á tónlistina. Já, hvað segir þið? Hefur þú lent í ykkur svona? Nei, ég maður því ég var einu svona minn upp í sjoppu og einn samstarfsfélagi minn hann nefnilega fór í það sko að bara eitthvað oh my god, þú veist, það kom hann að fræmanniska og hann bara eitthvað, þú veist, náttúrulega er að afgreiða hann og það bara eitthvað, oh my god, er þú ekki þessi og bara eitthvað, oh my god, ég elsku þetta og eitthvað og það var svo vandræðilegt sko. Það er svolítið vandræðilegt, já, það er pínu vandræðilegt sko. Maður sá alveg bara á fræðanum að það var óþægilegt sko. Eða væri svona fjastring til þess að stjórna bara öllu í alheiminum eins og í Klikk, myndir í Klikk með Ella Sandler. Ok. Hvað myndir þú nota fjastringun í? Hefur ekki séð hana. Ég bara hefur ekki séð nýtt. Það er bara þú veist fjastring sem stjórnar öllu. Sem stjórnar öllu í heiminum? Já. Ok, hvað myndir ég nota hana í? Að þegar ég fer út að labba þá getur ég sett allt fólk heim til sín. Þannig að þegar ég fer út með hundin mín þegar ég fer út Dorrit Allt í lagi Dorrit Mosaev. Nei, þegar ég fer út með hundin minn, skilurðu, þá getur bara ítt á svona evacuate takka. Þá fyrir bara allt fólk inn til sín í húsin sín að gera eitthvað annað og enginn horfur út úr gluggan og sér mig. Það sér enginn mig. Ég verð ósýnileg. Hver er þessi enginn? Oh my god. Þú veist, ég myndi alveg velja það og svo myndi ég líka velja bara að þú veist, þegar fólk er að drepa hvort annað að það getur ekki drepa hvort annað. Að ég get bara gert svona undo death og bara Ok. eða bara þegar fólk er að reyna að drepa að þá færa svona evacuate skotið á svona fer til boomerangast í þann sem er skaut. Nice. Þannig að sá sem skýtur hann deyr. Já. Þú veist. Ok. Fattar mig? Já, ég skil. Ég meina þetta en fínt. ég get líka alveg bara ítt að taka og allir eru glaðir. Já. Eða eitthvað, þú veist, eitthvað eðlilegt. Ekki, þú veist, myndir ekki nota bara, þú veist, eins og daglega, þú veist, ég myndir daglega nota bara eitthvað, mér langar ykkur mat eða eitthvað, og þú veist, velja mat eða eitthvað. Já, það er náttúrulega hægt að gera eitthvað svona venjulegt. Breiðum rúmum fjastringunni eða eitthvað, þú veist. Ágæri hugsi Meira að hugsa um eitthvað hann, sko. Ágæri hugsi ég ekki bara eðlilegt, bara eitthvað, hei, mér langar ég maður fucking Pepsi, skilur, ok, lof mér að fá einn Pepsi, eða þú veist, eða þú veist, draga fyrir gardinunar eða eitthvað, já, ég get kannski bara nota hann í að gera venjulega hluti. Já. Ok, nei, ég meina það má gera allt í alheiminu minni, þetta var alveg valið svar, ég meina, þú veist. Ég elska samt alveg fólk, sko, bara þegar það er heimi á sér. Já, í mitt. Ok. Ef myndir breyta, ef þú þyrftir að, þú veist, ef myndir einhvern tímann breyta nafninu þínu, hvað myndir breyta nafninu í? Góð spurning. Mér langar smá Hvað? Mér hefur alltaf langað til að heita Jósafat. Ég veit ekki alveg af hverju. Jósafat? Ég er bara geggjað nafn. Þú veist, Jósafat. Þú veist, Okay. það er svo cool nafn. Það er, já. En annars þá fyrst mér, Er Jósafat cool? mér finnst, Cool nafn? mér finnst Íris líka alveg fínt nafn, sko. Íris er cool, já. Íris er cool, þú veist, en Jósafat er bara meira cool. En ég er náttúrulega stelpa, þannig að kannski Íris bara. Já, þú veist, ég meina mátt samt, ef þið finnst Jósafat cool nafn bara, þú veist, go for it. Ég var alveg til að heita Jósafat. Já. Bara Anna Jósafat. Þú sex, sko, þú mátt heita það sem þú Ok. Nei. Já, ok. Hversu marga kodda notaru og, þú veist, eru á rúminu? Ég verði að expósa mig. Hvað segir um marga kodda? 5. 5 kodda? Þetta er ekki
Holy shit Gunnar segir með 1, hann er alltaf bara hei, jó, hvernig veðrið hann uppi, skilurðu? Þú veist, 1 eða 2 eru fínir Nei, maður þarf alveg 4-5 Hæ? Já, Hvað er það að gera með 4-5 kotta? hvað heldur ég nenni að vera með hausinn bara eitthvað niður í jörðinni? Ok, jú, mér, veist, ef ég verið strútur Ok, Ari Nei, sko, þú veist, ok, nei þú veist, ég þarf alveg 5 kotta bara alveg 5 Ok Já, en þú? 2 1 eða 2 er fínt Lame Það er bara venjulegt Það er alveg bara lítið af kottum Það er bara ekki gott fyrir að það er svo marga kotta Nei, ég er líka alveg með vöðvabólgu Það er örugglega mæna henni er örugglega bara því fokki sko. Ég meina, hún er ekkert eitthvað helpepp Nei, ok Hvað er að skrýtnast sem þú trúður á þegar þú skrakki? Ég skal sko segja þér það Ég hélt að Alþingi veri ríkið Ok Ég er ekki að djóka, þannig þegar Bylgja eða Frikki, eldri systkin okkar eða bara einhver sagði bara hvað heyrðu, ég ætla að kíkja í ríkið þú veist, bara pabbi eða Bylgja Þetta verður bara að kíkja á alþingi Nei, þá kveikti ég á sjónvarpinu og beið eftir að þau mættu í alþingisalinn Hvað Ég er er þetta að ekki að segja? grínast Ég hélt að ríkið væri alþingi þegar ég var lítil Þannig ég fór bara fram í túbusjórpu okkar í græna sófan og var bara eitthvað, oh my god Bylgja eða Frikki eða einhver er að fara að koma á skjáinn bara einhver sem að, þú veist, eða var eitthvað svona Hvað, ef það var einhver heima að segja heyrðu, ég ætla að kíkja í ríkið, skilurðu ég var bara, oh my god svo kom aldrei, ég fokk í sjónvarpið Ég skilurðu, var ekki að búast að þessu nei, þetta er að skriknasta sem ég trúði þegar ég var ok. lítil þetta bara, þú veist, Wow ég var bara butthurt, svo komum við heim og engi var búin að koma, ég bara, ég mista þeim damn it, þú veist, Shit. þú veist þannig ég held bara að alþingi verið ríkið en það er sérst vínbúð já, Ég er ekki eins og hvað að segja þessu sko Þetta er mjög skrítið Ég hef ekki neitt að segja sko þetta er alveg lókið skrítið sko Hvað er versti liturinn samkvæmt þér? versti liturinn, Já svona broddskyndu gulur Já hann er ógeðslega ljótur Hann er þetta frekar ljótur bara svona ef það er, þú veist, kálfur að skýta bara þegar hann er nýfættur svona broddskyndu gulur Ég skil hvað meina fokkin ógeðslega litur annars er með dökkgræn líka svolítið ljótur Dökkgræn já, bara, Hann getur undir Jú, hann er svolítið hann er ljótur svolítið bara svona moodkiller hann er alveg bara eitthvað, þú veist, ég held alltaf að dökkgræn litur, ef hann væri með persónleika þá væri hann í fílu þú veist, hann væri alveg bara í fílu bara eitthvað, fuck you, skilur þannig er dökkgræn fyrir mér Ok og broddskýtugulur náttúrulega bara, þú veist, ef hann væri með persónleika þá væri hann bara chronically með þú veist, gubbupest Já Ok en bleikur, hann er svona glaður litur, alltaf happy og hell pepp Bleikur er cool, já bleikur er cool Ég held að mér finnst svona rauðbrún Gett ljótur og það er reyndar ógeðslu litur oh my Nei, god, eins og þakið mitt þakið mitt er náttúrulega bara Ah, svolítið eitthvað rauðbrúnt er þetta. ljótasta þak, bara blöndós Ok, já Hvað er skrýtnasta text Þú veist, SMS hefur nokkuð til fengið skrýtnasta text sem ég hef fengið Já má það vera, TikTok skilaboð Já ok, ég fekk ekkert frá íslenskri stelpu NN-ek að blóta í öðru hverju orði Hæ? NN sem er apparently stytting á nenniru og ek er stytting á ekki akkur ekki bara skrifa ekki það vantar 2 stafi Gen Alpha eða eitthvað hver nennir að stytta ekki í ek það var NN-ek að blóta í öðru hverju orði Nennir ekki að blóti Já. okkur ekki, þú veist, hvað ég veit það ekki maður einhver Hvað kemur að þeim? bara vera bitur á TikTok nei sko Ari, þú veist, svo hef ég fengið svona 500 sugar daddy skilaboð bara eitthvað, hey, Damn. do you want to be my sugar baby I can be your sugar daddy and give you eitthvað allowance og eitthvað, ég veit ekki, það er alltaf bara Actually það ég skal sína þér á eftir Wow. þetta er bara, nei, ég ætla að sína þér right now Já, það er eitthvað svona scam eða eitthvað ég held að þetta sé bara svona eitthvað svona scam dæmi sko tjekka það, þetta er bara hello beautiful sugar daddy, do you want to be my sugar baby I can give you allowance sumi meira sem er sömu prófílmyndina þetta er bara eitthvað svona Já, bot þetta er eitthvað shit bottar eða eitthvað svona ég veit bara ekki. weird Tom Cruise? já, einmitt, ég þóra ekki einu svona að opna þetta sko Shit bara endalaus message request Þetta er weird þetta er ógeðslega weird What the fuck? þetta er mjög skrítið sko en já, NN-ek er alveg weird skilaboð Já, það er mjög skrítið Ef við getur stólið bara hverju sem er í þessum heimi Þú veist, einum hlut ok, Hverju myndir þú stela? ef við getum stólið einum hlut í heiminum Hverju myndir þú stela? ég myndi stela Starry Night með Van Gogh Það er góð það er geggjamálverk, ég myndi stela því Það er geggjamálverk. eða jakkanum hans Michael Jackson sem er á Believe It or Not safninu í Danmark held ég, Ó, ég veit ekki er það á Believe It or Not safninu? ég held það, svona jakki þú veist svona jakki silfur Flottir ég ekki en já, anyways, ég held það, nei já, Starry Night með Van Gogh það er mjög mikið af fugglum fyrir utan gluggan
Já, sorry, ég heyri eitthvað í fuglum, en þú veist, það er bara endalast af fuglum hérna, sko. Ef við getum talað við dýr, þá myndum við vita hvað við verðum að segja. Ég get talað við dýrin. Ok. Maður þessi. Já, ertu að grínast, vá. Góði þættir. Ég hef actually séð þá. Þannig þú ert stila, já, jakkanum McDonald's, ég sagði næstu McDonald's. Já, jakkar á McDonald's. Já, Michael Jackson. Eða Starry Night með Van Gogh. Það eru Mango. góðir kostir, sko. Hvað myndir frekar að fólk geti séð alla myndirnar í símanuðinum? Ég vil hitt. Eða lesið öll skilabúðin? Oh my god. Öll skilabúð sem við hefur sendt. Hvort myndi ég frekar að fólk myndi sjá myndirnar sem ég tek? Eða fólk... Allar myndirnar bara í símanuðinum? Já, nei, Eða nei. öll skilabúðin í Ég vil símanuðinum? alveg ekki að fólk sjá alla myndirnar í símanum mínum. Eða öll skilabúðin. Eða öll skilabúðin í símanuðinum? Það er alveg piping hot tea, sko. Myndi það vera devastating fyrir einhverjuna? Nei, kannski ekki devastating, en það er alveg hot tea, sko. Alveg hot tea. Ok, allar myndirnar. Þú veist, mér langar ekkert að fólk sjáu allar myndirnar í símanum mínum. Frekar vil ég að sjáu bara eitthvað sem ég skrifa. Eitthvað bara einhver orð. Ég myndi velja messaging, sko. Já, ég líka. Ég meina, þú veist- Ég myndi frekar að fólk myndi sjá hvað ég var að skrifa, en ekki bara Pottið eitthvað myndi eitthvað í símanum bara eitthvað the cock and balls eða eitthvað. The cock and balls. Bro. Ari, ertu einn af þessum? Ha? Þú ert ekki einn af Nei, þú þessum. veist, maður tekið svona myndir eftir mér í ræktinu eða eitthvað, snækin eða eitthvað. Já, reyndar. Ég er alveg með svolítið mikið af myndir sem er ekki viðeigandi fyrir bara fólk. Ok. En orð er alveg viðeigandi, Ok. oftast. En hérna, já, ég myndi velja orðin. Skilabóðin segast. Ok. Já. Myndur frekar vilja aldrei fá kvef aftur? Eða Ok. aldrei vera föst í umferð aftur? Ég hata umferð. Ég myndi aldrei velja föst í umferð Ég myndi aftur. velja kvefið, sko. Það Nei. er sökkvaður með kvef. Það Maður er er með það alveg- þú veist, lengi. Það er alveg hundleðilegt að vera með kvef, sko. Maður fest í umferð bara í smá stundu eða eitthvað. Já, þú en veist, umferð, það er sko fólk í umferð. Þú ert ótrúlega. Nei, samt sko, þú veist, hvað ef ég fæ innilokunarkennd bara á miðjum, bara gatnamótum einhvers staðar og bara eitthvað, oh my god. Ég meina, ok, ef þú vilt velja Þú veist, ég vil á veldu bara umferðina. Ég get alveg verið með kvef, skilurðu. Þá get ég alveg verið heima hjá mér. Ef ég er með kvef, þá getur verið heima. Já, Ég þarf ekki að fara út í bíl. þú ert með kvef. Já, Þú veist, þá verið það heima. sökkar. Bara, já, það er alltaf leið. Ok, Fæm bara heitt kakó, bý til fíblate. ok, fíbla te, Já, bara te og fíblum og... Myndur þú frekar myndur þú frekar bara geta getið hráan mat Ég vil hitt. eða bara þú veist svona tilbúin mat, þú veist eins og bara þú veist frosna pítsu Já, og bara tilbúin mat augljóslega. Og ég er ekki fara bara að borða bara eitthvað ráa mat. 1944 og Já, svona. nammi, kottu með kjötbólunar og eitthvað. Ok. Þú veist, bring það tilbúin mat. Ég myndi ekki vilja borða Ég meina, hráan mat. Þetta er skrítið spurning Ég fer ekkert að Auðvitað myndi borða. með að velja Þú veist. Nei, ég reyndi að við hvað Sigmundur Davíð myndi velja en þú veist, Já, Ari, stopp. þannig- Með ekki fokkin. Já, Koma með svona nokkur skotin á milli. Já Ég myndi alveg Af hverju velja. ætti maður að velja hráan mat? Ég veit það ekki, sumir elska bara, þú veist, sushi og eitthvað, salmonellu og eitthvað. Sumir elska salmonellu Hvað? Ok Ef þú ert hundur, þá vilt alveg frekar hráan mat. Hundur í óskilum Ok, Myndur frekar alltaf hafa eitthvað pirrandi lag fast í heilanum maður úff, tengi. Eða vera með eitthvað kláða sem þú getur aldrei náði Oh my god. Þurfa að klóra einhverstað sem Ég getur ekki náði hata það. Ég bara, oh my fucking god. Lag. Ég myndi verið að hafa lag. Það? Ég er búin að vera með lag á heilunum bara senustu, þú veist, bara 2 vikurnar. Bara sama lagið. Það er eitthvað, já, það heitir Jalla. Ég veit ekki hvað það segir Nei. Jalla! Jalla, það er gott lag. Ok, er þetta afríslag? Nei, þetta er frá Kýpur. Ok, allt í lagi Kýpur? Já, Eurovision maður. Random, fuck Eurovision Horfum ekki á Eurovision lengur by the way. Við vorum einu sinni mestu Eurovision fans ever sko. Ég er andurst fyrir að Eurovision var bara lífið mitt. Ég elskaði Ég Eurovision, literally tók þetta upp á spólu og lærði alla dansana í öllum atriðunum. It's not the same anymore. Þetta sökkar sko Bara fímiður. Það er verið að spyrja mig spjörunum úr. Já, mitt Hvað þýðir samt að spyrja einhvern spjörunum úr? Af hverju ættir að spyrja einhvern það mikið að hann klæði sig úr fötunum? Ég bara hef ekki heyrt þetta sko Nei, þetta er alveg Hvað er þetta að segja? Þetta er orðatildegi. Ó, það? Þetta er orðatildegi að Ég hef spyrja ekki heyrt einhvern þetta sko Nei, ok, spyrja einhvern spjörunum úr. Þú veist, af hverju ætti eitthvað bara, heyrðu, þú búin að spyrja mér svo mikið, ég ætla að afklæða mig akkurat núna, skilur. Ég veit ekki, þetta er mjög skrítið Þetta er alveg stúpid orðatildegi, sko. Hvað er bara uppáhaldsluturinn þinn við að vera á lífi? Oh my god, ég elska að vera á lífi. Ó, það er svo gaman. Ég elska tónlist.
Same. Ég elska bara að Líður svona heyra sko. tónlist. Ég elska snjóin, ég elska að lappa í snjónum með tónlist. Sérstaklega það eru jólaljós út um allt. Oh my god, það er geðveikt. Og ég elska að drekka Pepsi, það er uppáldið mitt. Og ég elska að vera með fjölskyldunum minni, það er ókslega gaman, og vinum mínum, og bara eitthvað að hafa ókslega gaman, spila og spjalla, og það er ókslega gaman. Og ég elska bara, þú veist, að borga á mat, og ég elska að horfa á Loveland. Ég elska að mála, ég elska Þér finnst bara gaman að vera til. Mér finnst bara mjög gaman að vera til. Það er ógeðslega skemmtilegt að vera til. Ég skil hvað það meinar. Já, það er gott að skilja hvað ég meina. Já. Ef þú þurftir að mæla með einhverju bók, hvaða bók myndir þú mæla með? Þetta er svo góð spurning. Vá, ég myndi mæla með. Ég er náttúrulega bara, ég veit nákvæmlega hvað ég myndi mæla með sko. Þú myndir alveg mæla með bara einhverju Witcher? Guð. Ég held að vera að fara að segja Edgar Allan Poe. Eða Mistborn bækunar eftir Brandon Sanderson. Ok, slay. Ég myndi mæla með The Tenant eftir Frida McFadden. Ég hef ekki lesið hana. Hún er geggjagóð. Ég hef ekki lesið hana eftir Frida McFadden. Hún er ógeðslega góður Ég mun rithöfundur. einhvern tíma að lesa eitthvað eftir hana. Do you wanna know a secret eftir Frida McFadden? Frida McFadden er líka Hvað er þessar bækur? Þetta er bara svona plot twist, ógeðslega góðar bækur. Já, en sá þessi plottist er svo sagangóð. Sagan er geggjuð. Hún er actually, maður verður alveg hugt að lesa það Já, sko. ok, þú getur kannski verið plottist en verið samt með einhverja umlestu sögur. Já, en Do you wanna know a secret og The Tenant eru geggjaða bækur eftir hana. Ok. Og svo mæli ég líka með þarna. Ég bara ein bók sem, þú veist, bara ein bók sem myndi mæla með, þú veist. Ég myndi mæla með Witcher, fyrstu bókinni. Ok, ég myndi reyndar mæla með Bak við luktardyr með B.A. Paris. Það er bara ein bók. Bak við luktardyr með B.A. Paris. Hún er fáránlega góð. Hún er ógeðslega góð. Það er það sem ég myndi mæla með. Ok, fíla það? Eða ekki? Ég samt eitthvað hvað að tala um, en þú veist Ég mæli bara með að lesa það. Þú myndir örugglega fíla það sko. Ok. Fíla það. Ég er alltaf til að lesa, ég elskar að lesa bækur sko. Ég er alltaf til í að lesa Ég les bækur. alltaf með eyrunum af því að ég bara get ekki einbeitt maður að því að lesa orð. Já, ef ég er að, sko, ég hlusta á bækur sem ég svona hef alveg áhuga á, þú veist, en þú veist, svona, sko, ég les alltaf bækunar sem ég hef svona mestan áhuga, sem, þú veist, sem ég bara eitthvað verð að lesa, þú veist, ég les þær sjálfur svo ég get ímyndað með karakterina og raddinu og allt sjálfur, sko. Ok, reyndar. En þú veist, ég hlusta alveg á bækur, þú veist, sem, þú veist, ég náttúrulega er ekki jafn mikið veða fyrir mér. Nei, eða, þú veist, akkurat. Ég hlusta bara allt, ég bara get ekki haft athyglinni að vera bara að horfa á orð, ég bara get ekki. Ég verð að vera að Já, gera, ok. þú veist, ég verð að vera að gera eitthvað annað á meðan. Þú veist, mála eða demanta eða whatever, skilur. Damn, ok. Hvað er eitthvað í húsinu sem þú heldur að engin annar sé með í húsinu sinu? Ok. Wow, þetta er geggjuð spurning, oh my god. Risastórt plaggat af Arnold Schwarzenegger. Reyndar. Nei, ég er að krýjast. Já, hlýtur einhver annar að vera með. Já, það eru örugglega fullt af fólki með Arnold á vegnu sínu, sko. Eitthvað sem að ég held að engin annar sé með. Já. Tálkaðan sprota eftir Gunnar. Ok. Bara, þú veist, handmade motherfucking Maður wand. ekki tálkað spólatal, Já, sko. en ekki eftir Gunnar. Nei, ekki. Þú veist. Það er satt. Jú, hann að demantaða hauskúpu sem að er á sama tíma Já, þú með Sparrhaukur. fylgða svona demutu dæmi. Já, kellan á hauskúpu sem er demantuð, hún heitir Vignir. Já, ok. Hvernig Hauskúpan heitir Vignir, sko. heitir hauskúpan Vignir? Hún heitir Vignir, Ok. bara Vignir. Ok. Sparrhaukur minn, Vignir. Hvernig nestis box áttur þegar þú varst lítil? Bangsímon nestisbox. Bánsjumon, ok. Fokkin elska Bangsímon. Ég átti þann Teen Titans. Ég veit ekki hvað það er, en Það er cool, sko. Já, Og maður, heitir? Bangsímon er spiritamalið mitt. Ef við ekki að tala um veðrið? Við skulum ekki tala um veðrið. Nei, ok. Nice. En sko, Bangsímon er bestur af því að hann hatar að vera, ég vil ekki vera í buxum. Mér finnst alveg leiðilegt að vera í buxum. Já, já. Það er alveg heitt. Eins og við komum staðið, hann er ólöglegur í Pólandi. Já, hvað er það? Það er ekki í buxum. Oh my god. Vitið hvað Hann er næs að barnaferð í vera Pólandi. Vitið hvað, oh my god, vitið hvað næs að vera ekki í buxum eða? Ok. Bara hata að vera í buxum. Hefur einhvern tímann fredað í lyftu? Nei, Ok. ég er ekki sækópað, sko. Nei, ég er bara að spyrja. Já, þú veist, ég get alveg verið Þetta er bara sækópað. spurningin á listanum. Já, ég er ekkert að fara að frétta í lyftu. Hvað er uppáhalds formið þetta kartöflu? Þú veist, tegundin, þú veist, Ó, ég elska kartöflur. hvað er besta formið sem hann kemur í? Franskar. Franskar? Ég elska franskar. Eitthvað sérstakar, Ég vil forma fá, fransku? ég skal sko segja þér, krullufranskar Nice. með svona barbecue marineringu. Ó, já, það er svo Bara gott, sko. fuck me in the absolute ass hvað ég elska það. Ok. Fuck me in the absolute ass. Nei, ég bara, þú Damn. veist, en ég elska kartöflur bara bara í öllum kartöflur, bara elska kartöflur. Fuck, ok. Ef þú þurftir að vera bara einhver hlutur í dag, hvað myndir þú vera? Hvað er Ekki fyrirferða lífrænu hlutur, sko. Hvað er Ekki lífrænu hlutur. Hvað er fyrirferða lítill hlutur sem enginn horfir á? Já,
sæll sko. Heyrðu, ég myndi vilja vera bara fucking bara tóm flaska. Af hverju tómflaska? Bara hún og hún í póka og það er öllum saman manna. Það er enginn... Hvað? Þetta er eitthvað svona að tala um sálfræðingi við held ég sko. Holy shit. Ég myndi velja að vera bara tóm flaska og geta bara chillað í pókanum og enginn er bara eitthvað að horfa á mig. Bara látum vera, ég get bara að chillað sjálf. Ég meina, þú veist. Hún í póka. Ég er alveg með flöskuvini samt ofan í póka. Ég geta sagt, þú veist, yttari eða Já, ég get alveg verið yttar líka, skilur. Ég væri alveg til í að vera bara blýjantur eða eitthvað. Já. Nei, ég myndi kannski líka vilja vera bara, Ari, þú veist, ég myndi til dæmis ekki vilja vera stóll. Að þú veist, þá sest fólk á mig. Ég myndi ekkert vilja að fólk settist á mig. Nei. Ég myndi vilja vera hundabæli. Ég myndi vilja það. Af hverju held að hundu sittist á þig? Nei, bara, þú veist, bara hundar ekki að kjút. Ég myndi alveg vilja að þeir myndi setjast á mig. Og ég geti klappaði með bælinu mínu. Þetta sé Ok, tómflaska eða hundabæli. Já. En þú, hvað myndir þú vilja vera? Leikjatölva. Já. Eða bara eitthvað góð bók. Já, og þú myndir alveg vera bara eitthvað svona, þú veist. Til að vera svona gömul bók. Já. Þú veist, heimskringla eða eitthvað. Oh my god. Eitthvað þannig. Ég líka, því það myndi enginn horfa á mig að vilja taka mig. Nei, finnst það verið cool. Já, verulega, ég myndi vilja vera það líka bara. Ok. Fengi að vera í friði í bókahillunni. Já. Ef þú værir svona celebrity, hvaða reality TV show myndir þú fara í? Það er góð spurning. Sko, ég hefði sagt Lofaland, en ég elska Gunnar og mér langar ekki til Lofaland. Mér langar bara að horfa á það. Ég myndi vilja fara í Survivor, þú veist. Ég myndaði bara að ég væri svona 60 kílóum léttari, skilur. Svo celebrity Survivor. Væri bara, þú veist, í hella pepp formi, skilur, og væri ekki hrætt við sjóin og ekki hrætt við pöddur og ekki hrætt við allt í heiminum og fólk þar með talið. Þá myndi ég fara í Survivor. Sensa bara að þú væri ekki þú. Hvað er þetta að segja? Ef ég væri celebrity, varst ekki að segja það? Ef ég væri celebrity, jú. Ef ég væri celebrity, þá myndi ég fara í Survivor. Það er ekki að skemmtilega þættir, sko. Ég hef ekki séð þá. Survivor? Ég veit að hef ekki séð þetta reality TV. Nei, það er alveg skrítið, þú ert alveg weird, sko. Sem að Gordon Ramsay shit eða eitthvað. Heyrðu, ég myndi ekki vilja fara í það. Ég er alveg hrætt Hann er bara alveg crazy, sko. Hann er scary. Pældi ég sko, þú ert með stressið að elda einhvern mat á einhverjum ákveðnum tíma. Nei, svo ert bara bætir stressi við að það er frægasti kokkur í heimi að öskra á þig við hliðina á þér. Bara eitthvað, og hann bara ekki kokkur. Það er frægasti kokkur í heiminum. Nákvæmlega, og hann er líka bara geðveikt með breskan hreim, sko. Hann er bara brjálast. Bara hann hatar. Ég hef oft hugsað þetta, það er bara stressi sem finnur í þessum ég bara get ekki ímyndað. Heyrðu, ég hef samt ekki séð Kids and Nightmares, ég hef bara séð þarna Hotel Hell með honum. Kids and Nightmares er góður, sko. Mér langar að sjá Kids and Hotel Hell eru líka Nightmares. aðurfinnur. Hvað er einhver geðveikt venjulegu hlutur sem þú hefur aldrei gert? Gekja venjulegu hlutur sem ég hef aldrei gert. Já. Ég hef aldrei höfð falli á stök. Það er ekki venjulegu hlutur. Bara við erum að tala um svona everyday normal things, sko. Everyday normal thing sem ég hef aldrei gert. Okay. Falli var stök. Ég held að það var eitthvað common stuff. Ég held að flesti hafa ekki farið í falli á stök, sko. Ég held að jú, ok, ég þekki enda einn sem hefur farið í falli á stök. Venjulegu hluti sem ég hef aldrei gert. Ég hef aldrei skipt ljósaperu. Það? Aldrei. Já, ok. Ég er skítrætt við það. Já, ok. Og ég segir okkur ég skítrætt við það. Maður geti fengið, þú veist, bara straum. Nei, ég held að maður geti ekki fengið straum, sko. Nei, bara þetta er svona svo marglitta, skilur. Það getur komið svona í þig, þú veist. Já, það? Ég veit ekki. Það er ekki gestur með allar ég vil ekkert bara eitthvað kíkja á það, skilur. Ég vil alveg bara einhver annar skipt ljósaperu. Já, ég meina, já, ok. Wow, ég skal bara gera eitthvað annað í staðinn. Það er semst aðeins meira hversdagslegt að skipta ljósaperu heldur en að fara í falli á stök. Já. Ég er ekkert á leiðin í falli á stök samt, sko. Já. Hvað myndi vera síðasta máltíðin? Það væri á svona, þú veist, svona death row, sko. Ég hef pælt í þessu áður, Ari. Já. Síðasta máltíðin mín væri kjöt í karrí. Það? Ógeðslega mikið af karrísósu. Eitthvað bev með það? Bev. Eitthvað bev? Hvað er bev? Beverage? Beverage? Já, bara Pepsi Max, augljóslega. 2 lítra Pepsi Max, takk fyrir Pep. Damn. Og ógeðslega mikið af hrísgrjónum með karrísósu og kjöti og kartöflum og bara, þú veist, bara kottið til. Komdu mamma. En þitt? Ég veit það ekki. Stórt lasagna, mikið lasagna. Lasagna? Ég gef bara lasagna. Grætti stelki. Oh my god. Þetta er menn. Oh my god. Ég geti bara lasagna hvernig næsta dag, sko. Lasagna, barbecue kjúklingaborgar, hvað var að segja? KFC, fuck. Guður, ég myndi alveg vilja reyndar franskar og heitu sósuna KFC, sko. Fucking hell. Já, þú veist, já,
pizza frá sprettinum Akureyri. Új, maður. Nei, ég meina slei. Hæ? Nei, bara áfram með smjörið. Ok. Pítsusmjörið. Ok, og mojito. Ok. Eitthvað meira, eitthvað þannig allavega. Ok, damn. Það hljómar alveg vel, sko. Já. Það hljómar vel. Ég með síðasta máltíma, það er að geta mikið, þú veist. Já, eins og Jesú. Jesú? Hvað með Jesú? Hann var í síðustu máltíðinni, kvöldmáltíðinni. Síðasta kvöldmáltíðin, það er Já. bara málverk hann, Já, veit alveg að það er málverk. Borða þess að alveg örugglega eitthvað. Ég meina, jú, hlýtur að vera. Heyrðu, þetta er bara, ég erum búin að vera lengi að þessu hérna og ekki bara að spyrja eina lokaspurningu og Jú. svo skulum við bara fara að klára þáttinn. Já. Hvað fekk þið til þess að brosa í dag? Hvað fekk mér til að brosa? Já, bara svona hólsum spurning í... Þú fékkst mér til að brosa? Vá, þetta var svona lóki stuna, sko. Nei, þú fékkst mér til að brosa alveg oft í þessu Já, reyndar, vá. Þú fékkst mér til að brosa, Gunnar fékk mér til að brosa, Loppi fékk mér til að brosa, TikTok lét mér brosa í dag, Pepsi mitt, Ægir, sko. ef það er einhver sem á að sponsa mig, þá er það fucking Yeah, Pepsi. þetta er crazy. Let's motherfucking go. En já, ég brost alveg nokkru sinnum í dag út af þessum hlutum Það er gott. og líka bara gamanar til og Gott að brosa. Já, gott að brosa. Við erum svo glöð. Herri, þetta var bara skemmtilegt, Armin. Er það ekki? Jú, bara baunin fekk að finna fyrir því í dag, sko. Já. Fekk að finna fyrir því. Nokkar svona skemmtilegar spurningar, Þurft að hugsa. Hugsa. Þú varst að valda áhuga allra á... Spurningum? Ég veit ekki að nú hafa allir áhuga á hvort myndur frekar spurningum, skilur Já, við. ég held Gera það. þetta með fjölskyldinu ykkur, fokki Já, gaman. mjög gaman, sko. Mæli Þetta með er heldur um áfengi pepp. einhver board á, þú veist, í einhverju roadtrip eða eitthvað, ég veist ekki. Nákvæmlega, ef þið eru bored í roadtrip, farið fokki hvort myndur frekar. Já, Fokki skemmtilegt, skilur Eða við. frún í Hamborg eða eitthvað. Frúin í Hamburg er alveg gaman líka, sko. Gaman, sko. Herri, já, en annars í dag, ég held við ætlum bara að setja gott. Við segjum þetta bara gott í dag. Endilega fylgjið okkur á samfélagsmiðlum og Já, hendi í follow á TikTok og Instagram aður og svo erum við með Facebook, ég gleymi þess að alveg reglulega við séum með Facebook Já. en TikTok og Instagram er allan aktiv svo hérna Svo hjálpar það okkur mjög mikið að fá reviews og svona á Apple Podcasts og Spotify Já, og við allt elskum svona. það. En já, bara allan að takk fyrir að hlusta allir sem er að hlusta á Apple Podcast og Spotify og þið tvö þarna á YouTube sem er alltaf að hlusta á Já. Við erum alltaf gaman að ykkur og já, endilega eins og Ari sagði, hendi í stjörnur á okkur ef ykkur finnst þið stjörnunar verð Já, við erum svona stjörnurari ok. Ef ég verið Við erum stjarna alltaf áhugavaldar. Ég verðum áhugavaldar, ef ég verið stjarna þá væri ég alveg Uranus sko Ok, svo Það er ekki stjarn, það er gasrisi. Já, það er gasrisi Já, hún er alveg stór Ok. Þannig já, við segjum bara bless í bili og við sjáumst og heyrumst eftir viku og bara vonandi verður dagurinn ykkur og vikan alveg æðisleg Já. Bara eins og þið Endilega verið forvitin og spyrja nú á spurningum. Já, nákvæmlega Ok Ok, bye.